Tröllaköllin þeirra sem að kremja hjörtu selja plötur, ego fitlar samviskan vild að hann gæti gefið litla meiri nafnið hans allt til alls í svítum, bríður grúpíum líkur á að kúra með skugganum sínum far út tísku, rímur skaffa laun að tjekka aurar geta ekki látið gamla drauga hverfa Það eins og sett að fara í yfirheyrslu á Stasi Nú vannst því Það einhver með yfirheyrslu Það, hefur þetta yfirheyrslu? Já, ég náttúrulega hef svo sem að fara í yfirheyrslu eða vitni eða svoleiðis en svo líka bara fólk alltaf með einhverja hugmyndir sem það þarf svona að reynt Hugmyndir þig? Já, eða bara allan fjandann Hugmyndir út frá núverandi stöðu? Nei, bara einhverju sem dettur í hug sko. Já Oft mjög random sko. En þannig að við vorum að hlusta hérna á nýjasta lagið þitt. Já. Þannig að var þetta löng og erfið fæðing að koma þessu frá þér, þessu lagi? Já, þetta endaði bráðakessara. Sko ég náttúrulega ætlaði ekki að gefa út neitt lag. Ég bara svona, í raun og veru bara að reyna að detta ekki sundur sko. En hann Logi svo mikill hjartans maður sko. Logi Unnars. Já, hann stakk upp á því sko, það var mjög sniðug hugmynd að gefa bara plötu til að kynna söfnunina sem að mér fannst mjög afleitt hugmynd. Já. En það eiginlega alltaf þannig að ég þarf að gera bara það sem að Almætti segir. Já. Þannig að við fórum hann upp í stúdíó og Einar sendi mér kveðjur líka, var eitthvað Einar Skeving trommari. Var að spurði hvort ég ætti ekki einhverja vókala og ég bara ok, fuck it, skilur geta alveg eins verið að detti sundur rappandi og ekki, þú veist og mæti til Einars og þetta endaði á 2 dögum upptökum á vókunum bara við tveir, við erum búin að þekkjast svolítinn tíma, hann að stíga sinn fyrstu skref sem upptökustjóri og bara náum út 4 upptökum, 4 lögum, bara besta steffi sem ég hef rappað, sko. Já, okay. Og þetta var eitt af þeim? Já. En hvað var þetta þá bara einhverjir textar sem þú varst með bara einhvers staðar á lager eða er þetta eitthvað current fyrir því í dag? Sko þetta nú bara nýjasti textin örugglega sem ég hef samið, samtænir kannski fyrir 2 árum. Já. Þá tók ég svona 1 mánuð eitthvað að skrifaði 2 texta og maður er náttúrulega alltaf að semja eitthvað. Og saman hvort það er bara setningar í Messenger eða tala við fólk eða gera einhverjar hugsanir, sko. Eða bréf eða whatnot, sko, þannig að maður hættir ekkert að vera skáld það ekki... Eitthvað sköpun í gangi? Já. Heyrðu, má ég byrja þetta? Já, það var bara... Hanna, Mike, ætlar þú að vera hana bara á 4 bara í kvöld? Ég gerði ráð fyrir að þú myndi sitja í sófanum, sko. Ég var aðeins að mixa það fyrir svo. Ok, ekki láta fara illuðið maður. Lífið er of stutt til þess. Ég viðtalið formlega að byrja á það. Já, það er algjörlega að byrja, sko. Ég meina, lífið er of stutt til þess að láta fara illu sig. Er það ekki rétt? Jú, eða of langt til að láta Já, það er of langt. En heyrðu, allavega, nú ætla ég að byrja þess. Þannig að bara verið sæl og velkomin í Alkastið sem er í boði þvottahús Samsteypunar og þvottahúsið er í boði Betri Dag sem selja vítamín og fæðubótarefni í hæsta gæðaflokki. Við getum staðfest það. Við getum staðfest það sem að fara yfir það hérna í lok þáttarins. Við erum hérna svolítið óvenjulegar aðstæður í gangi. Við fórum sérst í Alkastinu í kvöld í heimavitjun og það er fyrsta skipti af þeim 110 þáttum sem við höfum gert. Í þessu tilfelli var ekki annað í stöðinni því að í kvöld erum við með mjög slasaðan og veikan mann hjá okkur sem getur ekki setið uppréttur. Ég skrifa hérna nefnir í nokkra mínútur í einu en ég ætla að vona þú þraukir maður. Já, sko, maður gerir þetta svona handafli, sko, mjög minn hún. Ég sé að þú heldur þarna við þig. Þannig að ég þarf að halda henni hérna. En þú stýrir tempónu ef þú þarft eitthvað að hvíla og segir til. Þetta er sérst Sævar, nú ætla ég að reyna að bera þetta rétt fram. Það er sérst Kolanduvelu. Kolandavelu. Velkomin í Alkastið. Takk. Þú ert líka þekktur undir nafninu Poetrix og varst hérna fyrir, ég ætla að leyfa mér að segja, cirka 2 áratugum frekar hot shit í rapsinni á Íslandi. Framtíðin blasti við þér sem tónlistarmaður. Jú. Og þá kemur hérna fyrsta spurningin. Þetta er bólurinn, við förum eftir bólnum, svo eru greinar. Ok. Hvað gerðist og af hverju erum við hér?
Sko ég var aldrei rappari neitt frekar heldur en eitthvað annað sko. Ég var mjög ungur byrjaði að skrifa bara strax 9 ára eða eitthvað og bara í raun og veru alltaf verið poet sko, fór að rappa og ég var ekkert eitthvað að reyna að meika það, skilur ég, það var ekki þannig sem maður hugsaði að þannig að ég var 17, 18. Við vorum bara að reykja hass að standa í einhverjum hringjum í bílastæðakjöllurum að beatboxa og rappa. Það var bara það sem við gerðum þetta sko. Hvar var þetta? Ertu vestur í bæ eða? Þetta var bara niður í miðbæ. Og bara svona krú af strákum sko. Og þetta voru allir bestu rappararnir og ég hafði aldrei heyrt neitt þeirra sko. Þetta voru svona 2-3 krú í gangi og þetta voru allir svona talentin en consequently alkarnir og dópistarnir líka sko. Og en þarna var mjög gaman og allir ungir og fárlega talentið og bringa hann út í loftið og einhver svona hanast til út allt sko að rappa í einhverjum hringjum að reyna að vera bestir. Og ég bara mikið í meðferðum og eitthvað svona inn út og semja sko. Ég sem fyrsta lagið mitt upp í meðferð á Staðarfelli 17, 18 ára gamall. Fyrsta skipti sem hún semur eitthvað svona með það fyrir augum að einhvern veginn rappa það eða við svona eitthvað beat. Já, sko hann Messias sem var sko svona góð í mínum augum, hann gerði Viltu með mig vaka og marga svona fyrstu hiphop-slagarana. Hann gerði fyrir mig svona lítinn disk með 11 beatum og það voru svona fyrstu lögin sem ég byrjaði að skrifa sko. Ég var með hennan disk með mér og svo fékk ég svona hugleiðslu diskmann upp á Staðarfelli og svappaði út sko fyrir hip-hop beats og var að skrifa sem var náttúrulega kólálögt en skrifaði Vegurinn til glötunar og það var fyrsta lagið sem ég tók upp með Bubba. Það var bara rosa hot shit, bara eitthvað í Drabingo og þetta var allt í gegnum svona mjög skrýtnar leiðir. Ég endaði á áfangaheimili og ég var náttúrulega, sko, ég bara rappaði í andlitið að þeir. Þú veist, bara Kanye West, 17 ára, og maður gerði ekki neitt annað, maður bara rappari. Þeir tekur bara móti mér eins og ég er. Og þau mikið fögnuð stundum, sko, en ekki á ömmu og afa á aðfangadag og svona, þótti svona yfirleggja stemninguna. En þegar voru 70 eitthvað að reyna að hlusta á eitthvað íslenskt rap. Þú bjóst hjá þeim þá? Nei, þetta var bara svona þessum aldrei, þú veist, ég bjó, sko, flytta heimann í raun og veru 15 og kem frá svona, hvað var að segja, heimili sem að búið að bera keðjuverkanir af erfðasyndinni eða kynslóðaofbeldinu eða hvað vill kalla það. Jú, vottar líka, sko. Og á tímum þar sem var kannski upplýsingum hvað var það, geðsjúkdóma eða geðheilbrigði jafnvel eða úrræði eða hvað var bara ekki til staðar sko. Og já, maður fer svona þvæling sko, ég enda á Laugarnes á svona tilsjónarheimili á Fél og ég bý fyrst í eitt ár fyrir MS, þú veist, geri fátt þar nema, þú veist, kynnast einhverjum einum gaur sem svona mikil átlæður og ég sjálfur og byrja með sætistelpunni í skólanum og svo bara lét ég mig flakka sko. Já, bjó þetta aðeins fyrir en það bý niður á Laugarnesvegi. Gaman að segja frá því að sá sem var sem sagt, þetta svona tilsjónarheimili og þá tilsjónarmaður sem rekur heimilið svona eins og... Þetta svona áfangaheimili? Nei, þetta fyrir börn, skóli og þá úrræðið þannig að þá úrræðið þannig að það eitt svona foreldrar á heimilinu og svo voru 3-4 krakkar og þetta svona reynt að reka þetta eins og bara litla heimiliseiningu sko. Og ein herbyggi og skóla. En þú gast ekki búið heima hér? Eða með foreldrinn? Sko þau voru bara orðin svo veikir voru bara alkoholisma og það kannski gerðu það bara ekki mögulegt að búa með þeim á þessum tíma sko. Það var eitthvað hellað ástand? Já, það var það sko. Bara mjög hellað. Það í raun og veru erfitt stundum að koma orðum á því. Þú veist hvað var hellað. Fyrir venjulegt fólk það oft svona meira þannig að ég ofta að reyna að skilja sko hluti sem að
annað fólk búið að vera sko gera sína og bara 34 í mannlegum samskiptum og inn á heimilum og í fjölskyldum og svona sko. Þú veist, og það getur verið bara heljarna ráðgáta sko fyrir mér, þú veist, og að sama leyti að þá geta verið svona erfitt fyrir marga að skilja sko, svona umhverfi sko. Og já, flytt þarna heimann. Gaman að segja frá því að það reynist svo vera rafbarnanýðingurinn sem að var tekið núna daginn og ég man ekki hvort hann var dæmdur eða hvort hann var dæmdur saklaus en ásakaður að níðasta skjólstæðingu sínum eða litlu frendi sínum og alveg 6 eða 7 börnum. Hver var hann í þínu lífi hann? Hann var tilsjónamaðurinn á þessu heimili frá félagsmálastofnun. Lentur í hann? Nei, við vorum alltaf miklir gangsterar sko. Já, þeir eru hlórið þetta gammal. 16 ára og við vorum bara úr af Kleppsveginum sko, bara, þú veist, þetta voru bara, þú veist, strákarnir sem voru að koma það, en þetta voru allt svona, þú veist, pappar þeirra voru morðingjar og kynferðisofbeldismenn sem að mömmur þeirra voru að flýja yfir Alaska með börnin sín og enda svo í einhverju félagsíbúð, þú veist, og hann var ekkert að reyna það við okkur sko, það var bara eitthvað, en maður tók samt eftir í svona eftir á, þú veist, það var allt fullt af svona mjög flottum gadgets og hann var alltaf svona svolítið að grúma mann, sko. Hann bauði mér lán upp á 600.000 kall einu sinni fyrir plötu til að gera tónlist og til að taka upp og gefa út. Bara svona eitthvað, svona, þú veist, vera rosalega góður gaur, sko, sem að manni fannst ekki athugavert við þá, sko. En svo eftir á þá hringir sem sagt litli frendas í mig og segir mér frá því að frá þess öllu löngu að hann fyrir dóm, þú veist, hvort ég hafi munað eftir honum og ég mundi eftir því, sko, að þá hann með litlu frænda sinni upp í rúmi á sér á kvöldin, sko, þegar hann var að fara að sofa og ég man alveg eftir einhverjum tilfellum þar sem maður var eitthvað svona að labba framhjá hurðinni og maður var að horfa inn og þeir liggja svona 2 saman í svona, þú veist, eins og þau myndi kannski sjá einhverja mynd frá Ítalíu þar sem fólk liggur svona, þú veist, svona í skeið og snúa hvort öðru og ég var svona, en spáði ekkert meira í því, sko. Og svo sá ég hann ekkert aftur, sko, hann var voða fínn við mig, sko, ég hafði svo sem ekkert út á hann að setja, en svo sá ég hann fyrir rétti, sko, og já. En hvernig var svona annars að búa þarna? Ég meina, var þetta heimili? Eða var þetta bara svona eitthvað? Það var mjög fínt, sko. Það var mjög fínt. Þú og hvað, 2, 3 aðri strákar? Það var bara einn annar strákur, hann heit Sigurgísli, vinur minn úr hverfinu. Og mér minni, sko, að hvort að pappans hafi ekki, þú veist, allavega einhverjar, ég man ekki hvort var hann eða einhver annar, en pappans kveikti í íbúðinni þegar hann var að, þú veist, ætlaði að opna bjór með kveikjara eða eitthvað líka. Og svona eins og gerist. Svona eins og gerist. Og hann var líka bróðir hans á svona einhverju handrukkara klíku og þetta voru allt svona einhverjir. Við vorum hann eitthvað að reyna að fara í FB, eitthvað að reyna að standa okkur, sko. 17 og eitthvað og ánæður með að fá smá tækifæri, sko. Já. En hvað, ertu þá hérna úr Laugarneskverfinu og því svæði? Já, svona sem úlingur, já. Þá fer ég þar og að spila fótbolta með Þrótti líka. Já. Svona fyrstu 2 árin áður en að ég byrja eitthvað svona einhver almennilegri neyslu, sko. Nafnið þitt kemur upp þegar maður googlar það, sko, tengt fótbolta, einmitt. Já. Það svona komið svolítið óvart, sko. Já, mér fannst mjög gaman að spila fótbolta. En svo bara þroskaðast upp og ég held ég. Vel orðað. Já. En sko, veist, nú séðu þú svona að halda í hálsina þér. Veist, ég hrættur að þú dettir í sundurinn. Hvað þraukar þú lengi sitjandi svona? Sko, ég eiginlega búinn að þrauka bara allt sem ég hef ekki trúað að ég myndi þrauka, sko, þannig ég veit það ekki. En ég sit ekki mjög oft svona á daginn, sko. Þetta alveg svona sesjón fyrir mig, sko. Svo verði ég einhvern tíma að jafna mig, sko. Gefur mig svolítið í það. Sko, þú stórslasaður og veist, og ég lesi þetta sko, ég hef búin að fylgjast með þér í nokkur ár og kannast svona vita hver þú ert alveg síðan eins og ég sagði á 2005-06 og var að hitta þig núna hérna á hann í fyrsta skipti síðan 2006 og veist, og fólk hefur heyrt mikið og lesið mikið slysið síðustu ári í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum og ég hef lesið á einhverjum tímapunkti að þú hefði slasast í jógaæfingum
ég hef lesið að þú hefur slasast í kraftlyftingum og svo minni mig einnig að þú hefur sagt að þú hefur slasast í reiðhjólaslýsi. Þannig að, þú veist, fyrir mér þetta svolítið ruglingslegt, ég verð alveg að viðurkenna það. Þannig að, þú veist, geturðu farið aðeins yfir að, þú veist, hvað það sem gerist? Af hverju ertu í henglum fyrir fram á mig? Sko, þetta er ekki svona flókið. Nei. Þetta er smá flókið. Sko, ég er með svona stoðkerfiskalla í líkamanum. Sérst meðfæddan? Meðfæddan. Og það veldur því að beinin í líkamanum að þeir snúa ójæft, kannski milli hægri og vinstri eða alls konar tegundir af stoðkerfisköllum. Og þú getur verið með bogna fætur eða bygla eða snúna eða skakka eða whatnot, sko. Bara leggir og bara allt útlimir. Já, mislanga og bara misstóra og bara það til alls konar. Og er þetta eitthvað sem var greint í þér einhvern tímann, þú veist, þegar þú varst ungur? Já, við höfum alltaf vita þetta, sko, einhverju leyti kannski ekki nákvæmlega hvað það var, sko, en fyrst var eitthvað svona innleggt þegar ég var lítill og útskefur og skrítinn og plattfótur og eitthvað svona. Og svo kom bara ljósa löppin á mér stóð svona út til hægri og ég átti mjög erfitt með svona venjulegar hreyfingar. Eða þú veist, var stundum svona smá klaufskur sem skildi ekki alveg af hverju. Og en ekkert sem að truflaði mig sem barn. En í svona stoðkerfisköllum þá snúa beinin skakt, þú veist, í staðan fyrir úsett með symmetrískt tvær lappir eða hvað er þá er þetta einhverju sem vatnaði kræklingar snúa skakt. Og í mínu tilfelli þá er ég með það sem er kallað sko miserable malalignment syndrome og þá sko er ég með aðeins stóra mjaðmakúlu og svo snýri lappin á mér sko út og lærleggurinn líka. Þannig að ég var með skekkju á 3 stöðum í líkamanum og það veldur því að þegar þú ert að nota fæturna bara ef ég myndi demonstrata og er bara nákvæmlega það sem skeiði fyrir utan að það var að gera aðgerða sem fæti þannig að lítur aðeins öðruvísi út núna en bara þú horfir þú stígur niður sko, ert að þrýsta báðum löpum niður að þá er átækið sem að fer upp það sem er kallað the kinetic chain mismunandi vinstra og hægra megin þannig að það verður allt saman skakt vinstra megin þá fer þetta bara svona beint fallega, þú veist, lið eftir lið setur alltaf nokkurt öðru en megin og þá fyrir líka mann að siksakka. Og þetta er alveg svona umtalsverð skekkja því ég hef farið í svona göngugreiningu og eitthvað svona drasl, það sem að þeir seldu mér einhver innlegg upp á 3 millimetra og eitthvað svona. Við erum að tala alveg, við erum að tala skekkju sem að er mun meiri en bara talin í einhverjum nokkrum millimetrum. Já, þetta er alveg svona stoðkerfisgalli, skilur við. Sem að eykst, hefur bara aukist. Nei, hann hefur ekkert aukist, ekki gallinn. Ég hef kannski bara elst og þegar maður er yngri þá er náttúrulega líka með fljótar að gera við sig og minna álag en það sem að gerist í raun og veru er að ég er að æfa mjög mikið svona alltaf eitthvað að verða eitthvað sterkar en ég var eða eitthvað, ég veit ekki hvað ég var að spá og í svona lengri tíma og það sem að gerist í raun og veru er að álagið þú veist að ég var sko þessi jógahugmynd þannig sem að hún kemur að ég hef verið að vera útskýra fyrir fólki sko ég hafa verið að gera bæði kraftliftingaæfingar og jógaæfingar svona það sem var mikið verið að setja áhersluna á sko að setja lappir saman verið réttir líkamsstöðu og vera aligned og svona. Þú talar svona fullan lótus og svona dót? Bara eins og í jóga, þú veist að vera með symmetríu, þú veist milli vinstri og hægri og beinar lappir og mjaðmirnar á réttum stað og allt þetta, þú veist og sami kraftliftingum, þú veist að skvatta rétt og lappirnar á réttum stöðum og allt þetta sko. Og var eitthvað svona að reyna að gera þetta ekki alveg meðvitaður að þú ert í raun og veru bara að skekkja þá líkamann að þér þú veist, þú setja álag þá á þannig skekkjan sem að var í fótunum því að þú ert að reyna að leiðrétta hana hafa hérna saman, hún endar þá prófa að vera í líkamannum. Ok, en að það er í rauninni ekki eitthvað ákveðið slys Jú, það gerist svo á endanum að sko það liðband sem er hérna á milli hérna í miðminnaður og það slitnar bara þegar ég er að gera æfingu, bara þegar ég er að spyrna svona leppanum frá, svona þyngd hérna frá öxlunum með fótunum og það er bara vegna þess að bíómekanikin virkar þannig að þegar að skekkjan er hérna þá er hún að toga sko mjöðminn á mér út í þessa átt bakið í hinn áttuna sko í staðan fyrir að gera það eðlilega þannig að þetta liðband alltaf undir álagi og svo slitnar það. Þú slítur það? Já, svo slítur það, já. Ég heyrði bara, maður heyrði svona kung, svona smá svona þömp sko
Þetta var erlendis að þetta gerist? Nei, þetta er 2016. Og hvað, varstu bara á lyftingaæfingu eða? Nei, ég var bara heima, ekki æfingu. Ég var bara mjög duglegur að æfa og mjög svona ósér lífin. Þetta er bara svona freak accidentur í núri, sko. Já. Varstu þá með einhverja þyngdir eða? Nei, ekki þarna, en það sem að gerist er það að þegar þú ert með svona liðband og líkamann almennt, þú veist að allt í líkamannum er balans, þú veist að og slakar mikið á, þá endar þessum þunglyndissjúklingur. Þú veist, ef þú engagear mikið í lífinu, þá endar þú með áfallastreituröskun eftir smá. Þú veist, það er þetta að slaka á homeostasis á að þegar þú ert að lyfta einhverju, þá ertu basically að slíta sundur aðeina þína og svo vaksa þær aftur í hvíldinni, sko. Nema þegar þú ert með svona skekkju í þessu tilfelli, að þá sko fer álagið af sumum stöðum og verður ekstrím á öðrum í staðinn. Og þannig að þetta liðband er alltaf undir álagi og svo þegar ég fara að æfa meira þá næri það ekki að gróa á milli og svo bara á endanum að þá kom bara einhver gerði svona þú veist þegar það var orðið einum litlum tandræði og þá slitnaði það þannig að á endanum þurfti ekki mikið átak til að slíta það þannig að það hefur verið svona að trosna og skemmast í þessu átaki mínu í kannski 1-2 ár, sko. Þannig að þetta er eitthvað svona atvik sem er eitthvað svona algjört svona hálfgjört ground zero að svona einhverju veldisvexti á þínu ástandi. Já, ég bara slasaðist alveg alvarlega og ég er slasaður. Ferðu beint í læknis þarna? Nei, það tók mig alveg mánuð, sko. Þú veist, ég fann ekki neina verki svona fyrst, ég byrjaði að finna bara svona eitthvað svona óþægindi í hálsinum og var eitthvað svona skrítið hérna. Og það er þannig í raun og veru að þá ætti sko hryggurinn á mér að vera tjóðuraður einhvern veginn hérna. En sko hann bara svona tókast svona í sundur, sko. En hvernig hefur fengið þetta staðfest að þetta slit hafi átt sér stað? Hefur þetta verið þá myndað og hafið séð þetta? Já, það getur bara meldt þetta sko á myndum. En hvað líður langur tími þangað þú ferð þá inn á einhverja heilbrigðisstofnun? Kannski svona mánuður, 2. Fyrst sko, ég gat ekki látið mig detta það í hug þetta væri eitthvað svona alvarlegt því æfingin sem ég var að gera var svo látlaus. En hvernig var ástandið þá orðið að þér þá? Þá var ég orðin mjög kvalinn, sko. Já, þá var þetta kvalinn. Þú ert ekki orðin svona líkamlega, mér lefist að segja, svona nánast svona afmyndaður. Nei. Það tók alveg nokkur ár, sko. Já. Veist, en þetta er undanfarin af því ferli? Já, en ég var alveg slasaður, sko. Ég var alveg kvalinn og gat ekki haldið jafnvægi og allt það, sko. En hver voru viðbröðin við þarna, því sko, þú veist, hérna er þetta, sko, þú veist, þú har haft orð á því auðvitað að heilbrigðiskerfið hafi brugðist þér og þá var kannski svona spurningin eins og í þessu samhengi, þú veist, hefur haft á tilfinninguna alveg frá byrjun, þú veist, hvernig voru viðbröð heilbrigðis, sem sagt, kerfis í byrjun? Þau voru bara eitthvað svona hvort þetta væri ekki bara einhver jógaundun og hvort ég var, eða þú veist, þegar ég var að sýna sko heimilislækninum enginin, þú veist, ef ég slaka á þá er ég náttúrulega bara í einhverjum stanslýsum spasma eins og einhver spriklandi ormur, sko. Og ég var eitthvað að sýna henni það og þegar ég slakaði á og þá byrjaði ég alltaf að nötra og bylgjast og ég skildi ekki hvað. Það er náttúrulega eitthvað taugatengt, lítur að vera. Já, það bara ójafnvægi verður svo mikið, sko, og svo var líka minn farin í spasma til að reyna að kippa minn aftur á réttan stað, þú veist, og halda allir í stað. Spasmi er bara það sem skeður þegar þú verður mjög slasaður og þá kreppist allt saman til að reyna að venda. En þarna er samt eitthvað, þú veist, það er eitthvað slitið þarna í mjöðminnaður. Já. Og núna á fleiri stöðum. Já, en þarna, þú veist, eftir þetta fyrsta slit, að sko er ekkert farið inn og einhvern veginn reynt að sauma þetta saman eða er það ekki hægt? Nei, sko, það er nú bara búið að taka mig 7 ár sko að komast að hvað þetta er og svo það er að búið að taka mig núna 2 ár bara að fá þetta samþykkt sko í læknissamfélaginu. Ok. En komum að því kannski. Já, við komum að því sko, en ég minna fyrir því að svo er ég búin að fylgjast með þér á samfélagsmiðlum alveg síðustu ár, veist, og það er svona, það hefur verið stofnað Facebook-grúpa svona svolítið tileinkuð í rauninni því hvernig heilbrigðiskerfið er að bregðast okkur og ekki taka við okkur og sýna ábyrgð. Get ég fært þetta einhvern veginn svona? Já, Já, bara ekkert mál. Er þetta betra? Já, ég held það bara. Ok. Sko, þú veist, ég veit þú getur örugglega að tala um það í allt kvöld
hvernig heilbrigðiskerfið búið að bregðast hvernig móttökurnar hafa verið og mætt hrokafullri hegðun frá læknum og öðru starfsfólki sem ég langar líka aðeins að fara í eftir en hvernig svona í stuttu máli kerfið búið að bregðast þér hér á Íslandi? Sko, stuttu máli ég veit ekki hvort það að bregðast mér eða bara allri þjóðinni eins og hún leggur sig sko, okay. Því ég hef líka heyrt sko, að þið finnist eins og þetta geti verið tengt eitthvað svona fordómum sko, í þinn garð Sko ég trúi ekki fordómar hafa náttúrulega ekkert með mig að gera Nei. Fordómar hafa eitthvað að gera með það hvernig sá hugsar sem með það sko. Því hann búinn að móta sér niðurstöðu eða hugmyndum eitthvað áður en hann búinn að skoða það sko. Og fordómar bara eitthvað svona sem að fólki dettur í hug eða bara eitthvað hugmynd sem að fekk einhvers staðar frá og svona generalizations sem að við gerum og assumptions ályktanir já, bara eins og þú veist, hver fíkill hver munurinn á Elon Musk og hasreikjandi strákum niður í bæ En finnst þú að hafa mætt í rauninni fordómum í þessu samhengi? Sko, ég bara veit það ekki, þú veist ég hef náttúrulega lengar reynslu að vera neitt annar Nei, en það klárt að kerfið ekki búið að grípa þig Já, þú veist, mér finnst leiðilegt að tala það þannig sko því að hugmyndakerfi fólks náttúrulega bara svo flókin skilur þú ferð bara í skóla og þú lærir bara að forstjórinn svo sem stjórnar öllu og það bara kerfi og hugmyndir hvernig allt sem að virka og þessi maður læknir og hann gerir þetta og þetta virkar svona og ég veit ekki hvort að fólk sé endilega meðvitað að það sé munur á milli hugmyndana sem það hefur heiminn og heimsins sjálfs. En ég meina að þú veist, ertu með tölu hvað þú ert búin að tala við mikið af læknum? Kannski svona 200-300. 200-300? Minnst. Bæði hérlendis og erlendis. Og finnst þér svona almennt að þú hafir, fengið skilning eða samúð eða svona, þú veist, vilja á Íslandi, nú ég búin að fara sko, ég fór til Þýskalands Svíþjóðar það búið að vera langt ferðalag þú veist, frá sérfræðingi til sérfræðings og leita upplýsingum og rannsóknir og Indlands og Nepal talaði við skurðlækna þar og þetta heljarinnar svona því að læknisfræðin hún í raun og veru virkar þannig að þú ert með einhverja grein og svo með undirgrein og aðra undirgrein og svo með mismandi specialista í hverju einu og kannski einn tryggjarskurðlæknir hann skilur eitthvað bara með einn lið og bara sérhæfður í honum þannig að þú þarft kannski að fara í gegnum 400 sérfræðinga til þess að klára að fara bara yfir allt sem getur verið aðeins sko. Og af öllum stöðum sem ég hef komið á hvergi lægri gæðastöðull á heilbrigðisþjónustu heldur en á Íslandi. Það segja satt? Já, bara frá fátækri hverjum í Indlandi, sko. Það bara betri þjónusta þar fyrir fólk sem með 30.000 krónur í mánaðarlaun, sko. Þetta mjög basic. Ég talaði við mann í dag og hann ætlaði að panta tíma hjá lækni. Það bara ekkert hægt. Fær ekki tíma á lækni. Það bara svona almennt, ég bjó í Kaupmannahöfn í 15 ár, þar bara, ef þú fær gulakortið, þú fær CPR-númer, þú fær kennitölu, þú bara velur heimilislækni, þú bara með fullt aðgengi á heimilislækni alltaf. Hérna á Íslandi, ég enda mjög heppinn, ég með lækni, en það bara heyrir til undantekninga. Flestir ekki með aðgang að heimilislækni og í þessu tilfelli, maðurinn bara fær ekki tíma hjá heimilislækni. Sko, það engin þjónusta, sko, það ekkert þeir eru bara þjónust einhver svona algjör rútínu tilfelli. Þú þetta koma bara eitthvað í lífshættulegu ástandi þess vegna á bráðadeild? Nei, þú þarft bara að koma í einhver ástandi sem þið skilja. Ok, en talandi það, því að... Þegar þú getur alveg komið í lífshættulegu ástandi og verið hent út, sko, það fullt af fólki sem... Já, þú hefur kannski reynslu á því. Já, bara fullt af fólki nýlega, sko, sem hefur... En hvað það þá við þjónustuna hérna á Íslandi sem frábrugðið því sem að þú hefur upplifað annars staðar? Sko, þetta eru svona nokkri hlutir, þetta menntunin, hvaða þekkingu hefur að styðjast við í læknisfræðinni. Þetta mönnun og tími, þú veist, það tekur bara ákveðið mikinn tíma að fara yfir ákveðið mikið upplýsingum til þess að komast að niðurstöðu.
og mannslíkaminn flókið fyrirbæri og það enginn að fara að gera einhverja tæmandi læknisfræðilega könnun á neinu á 15 mínútum, sko. Þetta starfsumhverfið og kultúr, þú veist, hierarkís inn á spítölum, hvernig læknisfræðin kennd, hvað þú mátt segja undir hvaða kringumstæðum, hver hefur valdið hvað rétt inn á spítalanum, þú veist, þetta svolítið skrítið, sko, að þú ert með titil og það sem að þú segir það sem að rétt í þessu subjekti því að þú ert með stöðu í samfélaginu. En sérfræðingur bara svona vinnumarkaðsheiti, sko. Það þýðir ekki handhafi sannleikans, þetta bara eitthvað svona sem þú vinnur við. Og það verður svona svolítið skrítið svona menning sem hefur skapast síðan að læknar voru í raun og veru bara svolítið guðir í samfélagunum okkar, sko. Og allir þessir hlutir samankomnir upp á Landspítala, þú veist, það bæði bara fáránlegt starfsumhverfi fyrir lækna til að vinna með. Bara, þú getur ekki gert þetta. Þú ert kannski bara með 20 tilfelli hjá þér sem að þú einn ert að sinna og hvernig átt að fara yfir mál allra þessara einstaklinga. Það þá bara álagið og skrifræðið og hierarkían og allt þetta sem þá í raun og veru að vinna gegn sjúklingnum? Já, í raun og veru og aðstæðurnar sem búin að myndast þarna inni, sko, á þessari stofnun orðnar svolítið skrýtnar, sko, því að starfsfólki undirmentað, þú veist, það skilur ekki bara basic hluti í læknisfræði. Í sömu standar sé eflaust frábærlega, þú veist, ég ætla ekki að taka neitt að neinum öllum lífunum sem hefur bjargað og allt það. En bara svona real talk, bara að tala við röntgendeildirnar eða bæklunarlæknana og tala svona hluti, vísindalega hluti sem allir vita og eru bara þekktar staðreyndir að þeir bara vita þetta eftir ekki, sko. Og bara menntunin einhvern veginn, það eins og við séum svona 20-30 árum á eftir svona flestir og svo það viðmótið, þú veist, kultúrinn og menningin, það sem þau voru að tala um fordómar, svona hugmyndir fólk að það sé geðveikt, sko, þeir eru búin að, þú veist, sjúkrasagan mín sko bara ferslur mögulega geðveiki mína síðustu 4 árin. Já. Og það ekki, sko, það var ekki ein færsla einkenni mín bara fyrir svona ári síðan, þar sem ég bara krafðist þess bara að sjá þegar hann myndi skrifa niður einkennin sem ég lýsti í sjúkraskrá. En sko, núna, þú ert í rauninni búin að greina ástandið sjálfur, þetta ekki rétt? Skilja á mér, að stórum hlutum. Veit ekki hvort það sé hægt að kalla það. Nei. Þú veist, en ég búin að taka þar upplýsingar sem að þarf til þess að greina svona mál og að plæja þeim. Ég að segja það, en þú kemur, því ég hef heyrt, þú left mér að heyra upptökur á samtöluðinu við semst heilbrigðisstarfsfólk, það sem að þú í rauninni ert að reyna að segja eða útskýra læknum hvað með að þér og bara hér greiningin, hvort sem þú komið einungis frá þér eða hvernig þú aflaðir upplýsingum frá öðrum læknum eða internetinu eða hvernig sem það og þú ert að útskýra hvernig aðgerðaráætlunin skuli vera uppbyggð, hvað þurfi að gera og ég skrifa hérna, þú klárlega, sko, þú ert ekki með neitt akademískan bakgrunn á þessu sviði en samt sem áður búin að heyra frá fólki sem að þekki þig að þú sett nánast fullnumin í anatómíu en þú finnur fyrir þessu mótlæti lækna þegar þú ert að reyna að segja þeim ólærður, fyrrum, litaður rappari hvernig þeir eiga að vinna sinna. Já, sem að hefur verið í betra formi líka. Og ég hef alveg heyrt það sjálfur, sko, en þá kem ég svona á öðru, þú ert klárlega flugáður og með djúpa innsýn en þá þetta ég hlustaði á þessi samtöl milli þín og læknana og ég skildi alveg afstöð þeirra, ég veit alveg hvaðan þeir eru að koma þótt að ég sko sé ekki með neinum móti segja að afstæða þeirra í þessum viðtölum sem að þú tekur hérna upp sé réttlætanleg en ég skil hvað þeir eru að koma og ekki kunst að lifa með ríkt innsæi og mögulega hafa greindavistölu, hvað veit ég, hvað varðar að miðla upplýsingum eins og í þessu tilfelli því að þetta svona svolítið eins og þú ert að ala upp börn eins og ég sagt við þig líka þú ert að kenna börnum smíðin, þú ert að útskrifa stráka á 10. bekk galdurinn alltaf að leyfa þeim einhvern veginn að komast út úr verkefninu eins og þeir haldi að þeir hafi fengið hugmyndina og mögulega útfært alla vinnuna en þú ert ég að segja það þannig að þetta ekki kunst því annars mætur þessu mótlæti annars mætur þessu hroka endalaust ef þú kemur inn vitandi betur en þeir sem eru búin að vera kannski 10-15 ári í háskóla
Jú, þetta nú svo sem vandamál sem hefur sko fylgt mér frá því á lítið barn í raun og veru. En þú skilur hvað við, þetta element í þér. Þetta náttúrulega bara líf sem ég lifi, þú ert að lýsa bara kannski hversdeginu mínum, sko. Og sko mér finnst ekki þægilegt að tala sjálfan mig sem ofurgreindan, sko, því að ef þú myndir vita bara magnað af heimskulegum hlutum sem ég hef gert og þá... Það fer ofta ekkert endilega saman. Það er engan rétt á þeim titli. Nei, ok. En en við getum sagt að ég sé svona misþroska, sko, að ég er með mjög háa grindavísi tölu svona á klassískum prófum þó að þau séu náttúrulega með sínum takmarkanir og líka svona sérstökum sviðum innan grindar, sko, ég er með svona relatively hátt en svo svona á einni grind þá er ég með alveg svona astronomical, sko. En þú skilur hvaðan þeir eru að koma þegar þeir mæta þér. Hverja einustu ég skil allt saman. Ef þú reynir að setja þig í spor þessara manna og mæta þér með orðin þín og greininguna þína, ég meina... Ég skil allt, sko, ég brengan, þú veist, ég hugsa aldrei ljóta hugsun til þessara manna. Nei, ok. Það er eitt svona sem að ég er eitthvað svona stundum, en svo sko er sakleysið í því sem hann veit ekki bara það mikið að það er ekki hægt að reiður því hann, skilur. Og ég hef alltaf skilið hvaðan þeir eru að koma, þú veist, og hvaða, þú veist, ég er bara manneskja líka, þannig að ég veit bara hvernig, þú veist, hvað hindranir eru í samfélögum og kannski með ákveðið innsæðleika bríðu og ég skil á alveg bara down to a T en það er svolítið svona leiðilegt að standa fram með fyrir því að þú ert að tala við einhvern og berjast fyrir lífiðinu? Já, en þú ert ekkert að berjast við hann, ég meina þú ert að berjast við kannski hugmyndir sem eru 40 ára gamlar eða eitthvað sem hann var alveg upp við að trúa eða bara vinnufyrirkomulag eða skipun fyrir yfirmanni eða what not, sko, þetta er ekki einstaklingar sem er eitthvað að koma og ætla að vera vondir við þig, þú veist, að það er bara svona struktúr samfélags okkar hefur mótast þannig að þeir eru komnir þarna í þessa stöðu með þessa heimsýn og þessa menntun og þetta hlutverk í lífinu eitthvað og svo kemur eitthvað sem kannski er bara mjög framandi fyrir þér, sko. Bæði bara einhver krakkaskítur, skilur. Já, heldur þú í retrospekt, ef maður íhugar á það, heldur þú hefði getað fengið aðra niðurstöðu, aðra meðhöndlun, ef þú hefðir spilað þetta, hvað ég segja, áhlaup eða samtal við lækna á einhvern annan hátt? Nei. Það hefði ekki verið þannig? Nei, það er vegna að ég sko reyndi allar leiðirnar og þú veist, ég byrjaði náttúrulega bara sem venjulegur sjúklingur að mæta í tíma og segja, heyrðu, þetta er að, ég vissi ekkert hvað var að og svo beið ég bara eftir myndatöku og mætti myndatökuna og kom niðurstöður og var bara mjög feginn til niðurstöður og það var ekkert að svo var bara, heyrðu, þetta gengur eiginlega ekki upp og svo er ég farin að koma til læknisins eða bara grátbeðandi, bara, heyrðu, það er eitthvað mjög mikið að þú veist, getur fundið út úr þessu og þau eru bara, já, við veitum eiginlega ekkert hvað við að gera meira fyrir þig, þú veist, það er bara að gera allt sem er hægt að gera og maður var bara svona, hvað áttu við? En er það þá í gegnum bara heilsugæslu og heimilislækna? Já, þá, kerfið virkar þannig að þú ferð til heilsugæslulæknis eða bráðamóttökulæknis og svo þeir senda það áfram myndatökur, eða kemur eitthvað út myndatökum, þá ferðu til sérfræðings. Og, já. En hvað vilja þeir, fattarðu? Hvað vilja þeir? Já, læknarnir, að ég meina, þú veist, ef að þú kemur þarna inn, ég meina, við getum sagt sem sjúklingur eða viðskiptavinnur eða, þú veist, ég meina... Ekki lenda í vesinni, held ég að séu númer 1. Þannig að hvað vilja þeir þá eru nú bara, losna við þig? Já, basically, sko. Ok, ég myndi að þú situr inn á einhverjum vinnustað sem er overcrowded, þú veist, það eru 30 sjúklingar í gegn allan tíman, þú ræður ekki válæðið, þú ert með yfirmenn aðstöðu sem að getur ekki einu svona gert vinnuna en eins og myndir vilja gera hana en þú þarft samt að gera þetta allt saman þú veist að sjálfsögðu endar bara því að endanum að taka bara öll кейsin sem þú getur leyst einbyttaði bara þeim og Þetta hljómar eins og vera kennari. Já, þetta er svolítið basic maður er að slökkva eld allan daginn en þetta hlýtur klárlega að vera tilfelli sem að bara bæklunarlæknir sérhæður þarf að taka sig að Já, þeir ætti að gera það en sko heilbrigðiskerfin okkar er ekki byggð upp til þess að rannsaka einstök mál og það er mjög mikill misskilningur hjá fólki sko hvernig heilbrigðiskerfið okkar er byggt upp
versus hvernig það í raun og veru byggt upp. Þú veist að maður, það sko heilbrigðiskerfi eru byggð upp til að ná eins mörgum málum og hægt fyrir eins lítinn pening og mögulegt Þannig að allir strúktúrar, 15 korterstími á heimilislækni, hvaða ferlar fara svo áfram, þetta allt strúktúrar fyrir svona heildarmynd til að reyna að ná, þú veist, sinna þessu hérna. En það ekki strúktúrar til þess að leysa málið þitt. Nei. Þú veist, það sem hefur kannski engin fordæmi. Nei, bara málið þitt, bara þitt einstakamál. Þú veist, þetta heilbrigðiskerfið tekur ekki málið þitt og rannsakar það. Það gerist ekki í heilbrigðiskerfinu. Það sem gerist það að þú kemur inn í heilbrigðiskerfið og settur á ákveð færiband sem að leiðir þig niður einhverja mögulega úrræði sem á að skila þér á nákvæðin stað. Sko. Hvaða færiband fer þú á? Sko, þú mætir sko, svona vísindarlega það sem á að gerast þú mætir til læknis það að hann tekur niður einkenni og þetta svona vísindarlega aðferð, hún mjög einföld. Þú tekur niður einkenni og þú notar einkenni til þess að njörfa niður mögulegar hypotheses eða kenningar hvað getur verið og svo rannsakar kenninguna þína og annarkvort sannar hana eða afsannar hana með vísindarlegum hætti og ef þú ert ekki búin að komast að niðurstöðun eftir hringa 1 þá bara þarftu að fara hringina aftur og aftur þetta bara hinn vísindarlega aðferð það sem eru teknar inn einhverja breytur og breytur og jöfnur og koma svo upplýsingar og þær leiða áfram og þú veist, mjög einfalt þeir gera þetta raun og vera ekkert þetta svo mikið black hole að fara niður í að ræða struktúrar í heilbrigðiskerfinu en til að gera þetta mjög einfalt sem dæmi þá heimilislæknir enga sérþekkingu fram yfir þig, ekki neina hann bara svona þjónustufulltrúi hann hefur enga getu til þess að hypothesa hvað að þér. Nei. Þannig hvernig á hann að geta panta rannsóknar sem nákvæmastar fyrir þig og þegar það eru pantaðar rannsóknir þá ekki pantaðar rannsóknir til að rannsaka þig það pantur rannsókn til þess að rannsaka það sem læknirinn biður að skoða þannig að hann segir eru brjósklos þá tjekka á því, það ekkert annað að skoða og hvernig getur læknirinn komið með ábendingu hvað skuli skoða ef hann hefur ekki þekkinguna til þess að láta sér þetta í hug hvað sem getur verið hann getur það ekki þannig að það sem gera að mynda svona ferlar og verður með verk í bakinu þá fyrir hérna, ef þið vantar lyf þá fyrir hérna, en læknirinn skilur ekkert hvað hann að tala og það sama með röntgenlæknirinn hann þekkir ekki klínísk einkenni það sem heimilislæknirinn ætti að gera ekki með einkenni þannig að hann heldur ekki að skoða myndir hvað geti valdið þessum einkennum hérna þannig að þarna kemur svo bridge bara svona upplýsingaflæði eða hvað það og svo ef það kemur eitthvað út úr myndrannsókninni út með brjósklos þá fer til sérfræðings og öfugt við það sem margir halda þá eru sérfræðingar ekki greinendur vandamála þeir þjónusta ábendingar Hvað meinar með því? Það sem ég ávið ef þú ferð í rannsókn það kemur út úr henni að þú sett með brjósklos og skurðlæknirinn vanur að gera aðgerðir á brjósklosi þá ertu sendur til hans og hann vegur og metur hvort hann geti gert aðgerð á niðurstöðunum úr rannsóknunum hann ekki einhver sem tekur saman plögg, skrifa niður dýfir sjón í máli, þeir að fatta skilja hvað að gerast og eitthvað sé eitthvað annað samhengi Nei, þeir eru ekkert mikið í því En það náttúrulega örugglega bara megin hluti mannkins örugglega, allavega eins og vestræna mannkins náttúrulega bara með hugmyndir af heilbrigðiskerfi sem eru byggðar á Grey's Anatomy og House og einhverju svoleiðis það sem eru bara einhverju töfralæknar það sem að þú veist þeir redda málunum í hvers skipti nákvæmlega, það sem að þú kemur inn á sjúkrahúsi og ert bara greindur bara upp og niður inn og út og bara þú veist læknaður og allt á innan við 30 mínútum Já, ég finn það alveg hægt að gera það þannig Ég hef bara svoleiðis reynslu sjálfur í tilfellum það sem að bara hjartaáföll beinbrot brjósklos þú veist, það getur vel verið að þetta séu bara færustu læknar í heimi í svona tilfellum en þetta samt svona skyndibita aðgerðir læknisfræðinar það eru allir og amma þeirra sem að geta lært
að gera við brjósklos, þetta er gert okkur einasta spítala í heiminum af bara öllu meðalfólki sem hægt að finna, sko. En það þá náttúrulega kannski bara eins og í þínu tilviki, það sem að þú ert bara svona einhver svakalegur útlægi, ef við getum sagt sem svo, að þú bara einhvern veginn, þú passar ekkert inn í þessa ferla og einhvern veginn, þú veist, í ofanálag, ef að þeir síðan fara eitthvað að flett upp í journalum hjá þér, að þá er þetta bara einhver fíkn og geðveiki hérna undanfarin ár, þannig eitthvað bara svona, já, Sævar, hann er bara eitthvað klikkaður. Þannig að bara eitthvað, þú veist, snúa þig við og senda þig út. Já, sko, við sem humans, sko, við náttúrulega fungerum, annars vegar það svona okkar conscious val, náttúrulega, en svo það hitt, sko, að þegar við stöndum frammi fyrir hugmyndum sem kippa stoðunum undan því hvernig við sjáum sjálf okkur á heiminn, þá, sko, heldur heilinn að það sé verið að reyna að drepa þig. Vegna þess að segjum sér svo að þú setur með hugmyndir hérna, ég er skurðlæknir. Heilinn bara, ég er skurðlæknir. Það að vera skurðlæknir er ég. Og svo kemur, og að vera skurðlæknir, það er svona og svona, þetta er eitthvað svona hugmyndanet hérna inn í heilanum og heilinn virkar allur í tengingum, þannig að þú setur eitt rafboð inn á taug, þá lýsist allt upp. Hugmyndin er náttúrulega ég, þetta akkurat í miðinni. Svo mamma kemur og segir, þú ert Sævar. Og kemur næsta tenging hérna í taugafrumunum. Og svo kemur seinna inn, ég er svona einhver skemmtilegur skurðlæknir, allt heila klappið, sko. Svo kemur einhver strákur og bara skilur fullt af hlutum sem að er þitt hlutverk að skilja, ekki hans, samkvæmt ráðandi heimskipan, hinni opinbera, hvernig þetta á allt saman að vera. Þá ertu bara nóg. Þú ert ekki ógn eitt raunverulegt, þú ert ógn við hugmynd. Þú veist vegna þess að hvað gerist svo ef ég tek þetta frá honum að þessi skurðlæknir úr sjálfsmyndinni. Hann verður ekki neitt. Hann verður ekki neitt, sko. Að hann heldur, hann verður reyndar allt. Þetta er rauninni dauði, sko. Þetta er smá dauði, sko. Að heilinn upplifir þetta sem dauða, sko. Þetta er náttúrulega ekki dauði. Og viðbrögð út frá því. Þú veist, þannig að þetta eru tricky situations að maður skilur alveg hvaðan fólk er að koma og svo er þetta líka bara mjög traumatizing umhverfið, sko. Fólk er bara í tráma, þannig er á spítala bara frosið og... Starfsfólk og sjúklingar. Já, bara mikið af sjúklingum í, þetta er bara... Herru, mér langar að fara í Monies. Sko, það söfnun á peningum og ég er sem sagt verið var við og bara correct me if I'm wrong 2-3 safnanir í þínu nafni fyrir hinum að þessum aðgerðum í hinum að þessum löndum. Hvað hefur komið út úr þessu, svona fram á þessu og hvert hafa þessi peningar farið, hafa þeir skilað sér og hvaða söfnun er í gangi núna? Já, sko, það sem... Sko, ég man ekki einu svona sjálfur, sko, hversu oft við erum búin að biðja fólk píning í þessar aðstofu, en svona frá því 2020 þar sem ég enda svona fyrst raunverulega slasaður, sko, að þá kemur í ljós að það var sérst eitt rifbein mitt farið úr lið og farið að pressa á æðar og hendin á mér fann að blána og ég geti fengið blóðtappa í þetta og þetta er kallað thoracic outlet syndrome og ég var að reyna að tala þetta við á hérna heima, sko, oft hringdi í hérna brjóstholsskurðlækni og eitthvað svona og svo bara er enginn sem veit neitt þetta á Íslandi og þetta er alveg svona lífshættulegt dót, sko, þannig að þegar þetta kom upp að þá ákváðum við að skutla mér út strax til Þýskalands? Til Indlands. Til Indlands, já. Og öfugt það sem margir halda, sko, þá er líklega eitt háþróaðasta vísinda- og vitsmunasamfélag heims á Indlandi. Ég veit allt um það. Já, þú veist allt um það. Já. Og þeir eru með, sko, örugglega bestu lækna heims líka. Og En var framkvæmd aðgerð þar? 3 aðgerðir sem var þurft að framkvæma þar. Og hvað var gert? Það var tekið sérst rif úr hálsinum, eða sérst sem kemur úr hálsinum og niður í bringubein, fyrsta rif. Já. Og fyrst þá reyndu að festa það. Þú veist að allir eru að festa hann og liða aftur í réttan stað. En þarna vorum við ekki komnir með rétta greiningu endalega, sko. Þetta kom bara svona upp í greiningaferlinu og ég fer út og þetta er fyrsta aðgerðin sem er safnað fyrir og er held í svona eina stóra söfnun sem ég hef verið með fyrir utan þá sem er í gangi núna. Og þetta var aðgerð sem kostaði 1,2 milljónir eða eitthvað.
og ég þurfti að fara í 2 eða 3 aðgerðir eftir það. Sem sagt í Indlandi líka. Já, á Indlandi og fjölskyldan mín borgaði það og það var mjög hræðilegt tímabil það ár, bara, þú veist, bjargaði þessu í hálsinum á mér og það rifið var tekið úr, sko. En þegar þess að tekið rifið úr því að rifið var að þrýsta á æðar, þannig að þeir eru rauninni bara að fyrirbyggja. Þetta þekkt syndrom, sko, thoracic outlet syndrome. En þetta tengist í rauninni? Já, þetta tengist. Það sem að gerast, sko, bara í líkamanum á mér ef að, þú veist, ég veit ekki hvað maður að nota sem myndlíkingu fyrir þetta, en kannski þetta hérna. Þú veist að sko, ef þetta hérna er mænan í mér, þú veist, og henni haldið fastri hérna, 2 stöðum, slitnar hérna, og bara svona tógast inn í burtu. Það sem að gerast hérna í hálsinum á mér að bringubeinið að fara hérna áfram, hálsinu að tógast í hérna áttinu og rifbeinið byrjaði að losna hérna í hálsinum, sko. Þeir bara poppar úr lið, sko, á endanum. Það er tómt vesen? Já. Þannig að þetta tengist allt saman. Þetta var náttúrulega svo mikið líka læknisfræðileg martröð að díla við til að byrja með, sko, því ég var með svo mikið einkennum út allt og ég vissi ekki hvað var að og ég var sko 10 sinnum kvaldari heldur en ég núna, þannig að ég vissi ekki hvað var að og ég gat ekki haldið mér í stað, sko. Þannig að þessar aðgerðir skiluðu einhverju? Það björguðu lífið mínu þarna. Já. En ég meina, hvernig stendur á því að þú færð ekki þessa þjónustu hérna á Íslandi? Og þú veist, ég meina, er þetta ekkert sem að sko þekking til þess að framkvæma á Íslandi? Eða sko ef að það er ekki, ég meina, er þetta eitthvað sem að sko tryggingar ættu eða mættu styðja við? Já, það er bara svona algjört illusion kerfi á Íslandi. Þú veist, það er ekki neitt funksjónal heilbrigðiskerfi. Skilur að ræða þessi hluti svona, er þessi læknir til hérna. Þetta er bara rjúkandi rúst, það stendur ekki steinn við steini í neinu sem að gerast í raun og veru. Og það er engan pening að fá í rauninni, þú veist, það er engan endurgreiðslur eða, þú veist, það er ekki... Jú, ég meina, þú veist, færi bandamálin virka. Hafið þið fengið eitthvað af þessum aðgerðum sem hafa verið framkvæmdar erlendis, sem sagt, borgar? Nei, ekki neitt. Og bara það, sko, að reyna að halda þeim up to track á því hvað er að gerast tekst ekki, sko. Þú veist, maður er bara að hringi í það og útskýra við hvernig þú varst að tala, hvað er í gangi, af hverju þetta er svona. Þeir þú veist, eins og þegar ég að tala í gær, sko, ég kom með mjög góðan málsvara inn í heilbrigðiskerfinu fyrir yfirmann hérna heilsugæslu og svo er þingmaður sem hefur verið að hjálpa þess við og við erum svona búin að tala við kerfið, sko, það er að koma einhver hérna í gegn og sko sérfræðingurinn sem á að hafa verið með málið mitt síðust ár að heimilislæknirinn senda hann 80 blaðsíðna samantekt sem var gerð á staðfesta prófessor út í Istanbúl og sá prófessor er sem sagt lærisveinn japansks skurðlæknir sem að fekk sem sagt 6 svona ævistarfsverðlaun fyrir framlag sitt til læknisfræðinnar hjá stærstu svona læknavísindasamtökum í heiminum og þannig að þar er svona þetta krát sem að getur verið að tala svona hluti, sko, og þeir fóru yfir þetta staðfestu og svo sendum við þeim þetta hérna heim, sko, fyrir 4 mánuðum og við náttúrulega senda á öll gögn og verið í stöðu samtali mörg ár og læknirinn minn sagði, sko, nei, við myndum ekki vita af hverju við erum að senda hann út og þetta hljómar eins og eitthvað svona fáránlega svona hrókafullt hérna svar hjá lækni en sannleikurinn er sá bara að hann veit það í alvörinu ekki ennþá. Það er það sem ég meina, er þetta ekki bara frekar auðmjúkt svar? Ég meina, maðurinn er actually bara viðurkenna að hann veit ekkert hvað er í gangi. Ég held að hann sé ekkert að reyna að viðurkenna neitt eða ég held að hann hugsa ekkert einu sinni neitt þannig, sko. Ég held að hann sé smá einhverjur þessi, sko. En já, hann veit bara ekkert hvað er að gerast, hann hefur ekki hugmynd. Hann man ekkert heldur hvað máli snýst og stundum er hann búinn að gleyma hvort ég lenti í bílsleysi eða hvað skeiði og svo varst ekki með verki hérna í hálsinum og maður svona, þú veist. En ég meina, væri þetta ekki bara miklu einfaldara ef þú hefðir lent bara í einhverju bílslysi og gæti bara bent á, já, það var slys hérna og svo... Þetta er ekkert flókið, sko. Það eina sem er flókið við þetta mál er, sko, skortur á getu til þess að hugsa eðlilega.
þú veist, það hvaða barn í heiminum sem getur skilið þetta mál á 2 mínútum. Það sem mér finnst skrýtnast sko, ég var svona viðskila við það sem við getum kallað kannski samfélagið bara úr skóla mér snemma, þú veist, svona akademist, ég mætti ekki til skólan og fór ekki þessa venjulegu vinnumarkaðsleið og bara sleppti því öllu, sko. Og Mér langar einmitt að koma að því. Ég með mjög brútal spurning úr sal. já, ég var að pikka hana upp eftir 1 mínútu Gerðu það. ef við skiptum hlutverk í 1 sekundu. Ég man ekki hvað ég var að segja lengur, sem rákið. Fórst ekki þessa hefðbundnu leið? Já, ég kemur nú ekki aftur, sko, ég er búin að vera að vinna í sprotafyrirtækjum, gera eitthvað svona alls konar, allavega tíður, listamaður, þú veist, en ég kem ekki svona kannski í beinan kontakt við intellectual kerfisstruktúra samtöl bara fyrir núna upp á 30 aftur í tengslu við þetta mál, sko. Og sko fjarlægðin á milli, þú veist, þetta eins og þú tekur ljónsunga úr sirkus eða setur hann í sirkus frumskóginum, þú veist, 5 árum seinna þá drefst hann bara ef þú setur hann inn í frumskói aftur, þú veist, hann getur ekki komið sér og það alveg það sama með börn, að öll börn hafa náttúrulega getu til þess að gera alla þessa hugsanaferla, analysa hluti, vera creative, skoða hluti frá ólíkum sjónarhornum, problem solving, allt þetta er allt náttúrulegt, en svo þið sett í skóla bara í 20 ár, þar sem þú ert að læra bara eftir einni tegund af hugsun, memoræsa, nota fyrirfram ákveðin recipes til þess að svara vandamáli sem að þú þarft ekki einu svona leysa sjálfur, þú veist, og svo komaðu út á vinnumarkaðinn og það eins og þau hafi mist getuna bara alltaf að hugsa. Kreatíft. Nei, bara þau hugsa ekki sjálfstætt, sko, þau eru bara með svona Fyrirfram ákveðnar hugmyndir? Hvað var að segja, þau eru bara með svona kóða prótokól til að máta við. Ja, byrju, hérna er eitthvað skem, passar þetta hérna við þetta hérna. Og ef það passar, og þetta er eitthvað sem þau þekkja, þá ertu alveg gutt í. En það er eins og þau séu búin að missa svona, heyrðu, hérna er eitthvað sem ég veit ekki, ég þarf að skilja þetta betur. Hvernig gerum við það? Það er bara svona eins og, það er bara eins og allt stoppi, sko, það er rosa skrítið, sko, bara kerfið býður ekki upp á neitt meira, ég veit ekkert meir. Bara filter. Já, þetta er hugmyndakerfi eru tricky, þau eru mjög tricky. En spurning úr sal. Spurning úr sal. Og þetta er spurning sem að hún getur upplefað hana brútal. En mér er svona samt, þetta svona, gefur svona færi á svona skemmtilegri umræðu og það er hérna. Þú er semst búin að vera mikið í fjölmiðlum og fólk fekkir tíðin úr ýmsum áttum. Einn spurði mig hvort að mér fyndist eðlilegt að maður sem hefur borgað sem lítinn sem engan skatti gegnum tíðina hafi aðgang á heilbrigðisþjónustu og þessum aðgerðum sem lífið þitt eða stoðkerfi kallar á. Ok. Sko, fyrir að fyrsta þá þegar barn fæðist inn í heiminn þá er búið að taka sko, það er búið að taka landið. Það er búið að taka vatnið, það er búið að taka allar leiðir fyrir mig til að lifa af sjálfstætt. Ég hef ekki val það hvort ég tek þátt í samfélaginu eða ekki, sko. Þú veist, ég er nauður þegnast þegar ég fæðist, sko. Í raun og veru þá ætti það að vera þannig að það sé landaskeki og minn partur á vatninu og það er nóg af þessari jörð fyrir alla, fattar þau. Það var búið að stela þessu af mér áður en ég fæddist og þér, þannig að svona hugmyndir, þú veist, hver skuldar hverjum hvað, sko, eru svolítið flóki og ég veit ekki hvort að ég skuldi ríkinu eitthvað sérstaklega, eða þannig, sko, og ég held kannski að vinna mín fyrir samfélagið hafi bara verið nokkuð blómgandi, líka bara ekki talað í peningum, sko. Nei, því það er alveg að skilja, ég skil alveg hvaðan þessi spurning er að koma. En þegar við búin að setja þau svona formsatrið til hliðar, þá er ég samt bara úr villingaholtsrepp, sko. Sem þýðir, hvað meinarðu? Afi bara náði í saltkjöt í tunnu bak við hús og labbaði svo 15 kilometra í skólan og ég er bara cut from the same cloth, sko. Þú veist, og hef bara séð í raun og veru fyrir mér með góðu eða illu, sko, síðan ég var 15 ára gamall. Þannig að ég veit ekki alveg hvar fólk fær svona hugmyndir, sko. Og ég hef örugglega í gegnum svona ýmis verkefni örvað hagkerfið meira heldur en fólki finnst kannski þægilegt að tala þú veist, þannig að ég veit ekki hvaðan svona hugmyndir
koma sko, þú veist, þetta líka svona, þú veist. Þegar nú minnist Arnór hérna á það áðan, þú veist, sagaðinn skoðuð, þú veist, sjúkrasagaðinn, það eru bara, þú veist, það eru innlagnir og meðferðir og þeir eru náttúrulega að horfa á náttúrulega bara einhverja sögu af bara kostnaði, skilur, og hingað eftir komin og þeir þurfa bara eitthvað að fara að hugsa sjálfstætt og leysa einhver vandamál sem þeir hafa ekki staðið frammi fyrir áður. Af því að sko, ég meina, væri hægt að, hvað ég segja, kippa þeir í liðin hérna á Íslandi mjög áhugaverð spurning. Er þekking og kunnátta hérna á Íslandi til þess að, hvað ég segja, gera þær aðgerðir sem að þarf til þess að þú fáir betra líf? Tæknilega séð þá það alveg hægt, já. Skrefin sem þurftu að komast þangað eru kannski ekki inn í verkferðlum. Þannig að nei, en það eru til menn hérna á Íslandi sem eru að framkvæma aðgerðir sem eru nógu nálægt því sem að gerast núna eða þekkja sérfræðinga í erlendis, þú veist, það var alveg hægt að gera teymi og klára þetta mál, sko. Þeir þurftu svona að gera sér grein fyrir því að þeir væru að vinna mál sem að ekki rútínumál. Þú veist, og að þeir þurfi kannski að skoða hluti sem eru ekki vanir að skoða, meiri upplýsingar, hlutir sem eru ekki partur af þeirra daglegu rútínu. Bara viss endurmenntun. Já, kannski, eða bara annars sjónarhorn, sko, að læknisfræðin hún hefur svona pínu afbakast því að annars vegar að þá eru það læknar og svo eru það vísindamenn og þetta sitt hvort starfið, læknar eru svona klínískir gæjar, sko, sem eru eiginlega aðalega bara reyna að láta það hægt að vera með verki og ef það textir eru sáttir, sko. En þeir eru svona meira bara í daglegum verkum að framkvæma hluti sem læra á og slíkt og taka við lausnum og ofan, sko. Og þegar það komið eitthvað established, þeir eru ekki svona, ekki kannski svona alltaf að byggja nýja byggingu eitthvað með hverjum sjúkling, sko. En talandi verki, hvernig með verkjastillingu, hvernig þetta dílaði það? Sko, því nú hljóta að vera miklu verkir í gangi. Ég hef, já, það er náttúrulega mjög mikið af verkjum og svo líka bara, ég veist náttúrulega bara andlegir verkir, sko. Þú veist, að vera í stöðugu ástandi sem getur ekki slakað á, þú veist, árum saman verið mjög erfitt, sko. Þetta var verra þegar ég vissi ekki hvað var að, því að svo núna þá get ég svona, þú veist, ég get haldið mjög minn á mér í stað, þú veist, og á forsi og akkurat núna þá þetta svona temmilega allt í lagi, en ef ég slaka alveg á, þú veist, þá var ég í vítiskulum, þá vissi ég ekki hvað var að, þannig að ég var bara svona eitthvað að engjast allan daginn, sko, úr verkjum og að reyna að hugsa og það var bara algjör martröð, sko. Ég slapp, ég notaði engin verkjaleg fyrstu 4 árin, svo notaði ég tramadol og svona ópíóða í kannski 1-2 ár kringum þessar aðgerðir hana, hætt á því fyrir árið síðan og ég hef svona síðustu mánuði þar sem að maður er alveg komin svona á nippið, sko, þá hef ég verið að taka kvíðastillandi síðasta mánuðin og svo hef ég notað kannabis svona stundum svona þegar áfallastreitu röskunin sem hæst, sko. Það var í hvaða formi? Alltaf reykt eða olíur eða? Bara bæði, þú veist. Og hvernig finnst þér THC, hvernig finnst þér að virka fyrir því sem verkjastilling? Sko, kannabis er náttúrulega bara tvíeggsverð eins og allt. Fyrir trámasjúklinga, fyrir immediate trámaaðstæður, fyrir fólk sem er í kvölum með taugasjúkdóma og alls konar svona hluti, þá getur það verið mjög hjálplegt, sko. Og bara svona tengir það aftur aðeins inn í eins og endokannabinoid systemið, þú veist, virkar, þú veist, aftur barn í mat og svefn og svona hluti sem þú þarf að draga á streituástandi. Svo getur langtíma nú náttúrulega farið að gera svona hausinn aðeins meira fussi og einhverja hugmyndir sem þú ert að fá mjög skakkur, kannski að lasta of mikið vægi í hausnum á þér og það verður einhver svona smá skekkja, þú veist. Fólk getur jafnvel orðið paranoid og En heldur að sko, þetta er mjög áhugavert, þú nefnir þetta eins og með paranoiu og annað, ég meina, er ekki mikilvægt þegar þú ert að taka inn
kannabinóða eins og THC, hver þín reynsla að vera að keyra upp líka, nota mikið af öðrum kannabinóðum eins og til dæmis CBD samhliða? Sko ég sko CBD virkar mjög vel á bara í raun og veru sem bara svona sem lífsgrundvöllur sko. Hvað meinarðu með því? Ég held að bara þú veist eins og ég engin svona CBD, þú veist fólk heldur að ég sé einhver aktivismi fyrir marihuana eða hamp, þú veist og ekkert gæti verið fjarlægara sannleikanum sko. En sko eftir að ég kynntist eins og CBD-teinu, þú veist að Við erum að tala um þetta hérna. Já, þú veist þetta var nú bara ekki vinur minn að loga sem ég fór að drekka þetta og að þá virkar þetta bara mjög vel sem svona grunnur að heilsu sko. Ég að segja það. Bara til að vernda taugakerfið og gera alls konar svona hluti sko. En ástandið mitt búið að vera svo ekstrím að ég finn í raun og veru þú veist, ég veit ekki hvort ég finn eitthvað lengur sko. Þetta náttúrulega, maður búin að þurfa að meitla hausinn í sér svolítið í granít sko. Og loka bara á alls konar og bara þess þetta það bara bíða sko. Já. En verkjastillingin sem þú færð núna, altså þau lyf, þetta eitthvað sem þú færð þá ávísað? Nei. Það virkar ekki einu sinni þannig? Jú, erlendis. En þú ert ekki að fá ávísuð verkjastillingu eða kvíðalyf hér frá læknum? Þetta eitthvað sem þú þarft að kaupa? Já, ég þurfti að kaupa þetta. Henni utan kerfis? Já, ég fékk sem sagt frá heila á taugaskurðlækni. Sko meðferðin mín hefur aldrei farið fram á Íslandi. Ég hef aldrei fengið neina læknismeðferð á Íslandi. Bara hefum það á hreinu, veist, það er alveg galinn, veist, það er það sko og ég og síðast þegar ég kom sko til að reyna að biðja kvíðastillandi lyf þegar ég var að byrja að taka þau fyrir 2 mánuðum, bara þá var staðan bara orðin þannig að ég fann bara veist, bæði þá ég þurfti að vinna svo hart núna síðustum vikur og mánuði bara að safna peningum, upplýsingum, þú veist, þetta er hræðilegt í raun og veru og svo líka vera slasaðar álæði var bara orðið svo mikið, þú veist, að ég var bara þú veist, ég sá ekki fram á hvernig ég ætti að komast í gegnum þetta, sko. Sko, við erum alveg að klára þetta. Ertu með lista sem þú vilt komast yfir? Já, algjörlega, veist, en þetta er búið að vera ótrúlega gott spjall og upplýsandi, en sko, mér langar að ávarpa eitt. Og það er hérna, sko, eins og ég er búin að segja, ég er búin að fylgjast með þér á samfélagsmiðlum í nokkur ár og þú talaðir á samfélagsmiðlum fyrir held ég árið eða 2, þá minni mig að þú hefur eitthvað að ávarpa möguleikann á lífslokameðferð. Og meira að segja, las ég einu sinni pistil eða færslu frá þér sem ég kommentaði á, held ég minni mig bara góða ferð. Það sem að þú í rauninni bara, þú lýstir því yfir, þetta var þinn síðasti pistill og það var í rauninni bara ekkert annað nema bara yfirvofandi sjálfsvíg. Og hérna, ég man eftir þessu, hvað 1-2 ár síðan. Hvernig var staðan á þér þá og hvað breyttist? Af hverju situr hérna fyrir fram mig? Ég held að kona komið bara inn í líf mitt og haldið mig lifandi síðan, sko. En varstu á leiðinni í sjálfsvíg á þessum tíma? Ég myndi kalla það líknar sjálfsvíg, já. Eða þú veist, það var alveg... Varstu búin að gera aðgerðaráætlun, hvað það var það? Já, mörgum árum áður, sko. Þú veist, fyrir mörgum árum. Ég fór fyrst 2 ár svona slasaður án þess að byrja að sækja mér læknismeðferð. Þú veist, ég held að fólk haldi að ég sé, sko, svolítið eitthvað kvarta eða eitthvað svona, en þú veist, afi fékk hjartaáfall, sko, hann fór upp á spítala viku seinna, þá var hann búinn að vera svolítið illt í vinstri höndinni, aðeins svo lengi, sko. Þú veist, og maður finnur alveg svona smá svona eitthvað heimsku í sér, sko. Þú veist, ég fór bara 2 ár bara í afneitun, sko, og ég væri slasaður, ég var bara sterkur ungur maður, ég ætlaði bara að lyfta þetta úr mér eða taka einhver bætiefni eða bara eitthvað, sko, það var bara heimska ungs mann, sko, bara gafst ekki upp fyrir í fullan hnefana, sko, eftir 2 ár, bara, þetta var ekki bara að virka hjá mér. Og kláruðum endurhæfingartilraunirnar þá og svo kem ég inn í þetta samtal hérna heima á Íslandi, sko. Hver var spurningin aftur, sorry? Sjálfsvíg. Já, sjálfsvíg og það er haustið þá, sko, þá eru komið 3 ár, 4 ár sem ég er búinn að vera slasaður og þá er ég að tala um svona hryllilega. Vissi ekki hvað var að bara svona engjast hverja einustu sekundu dagsins, sko. Ég er að fara í gegnum þessa ferla þarna og ég er bara alveg búinn, ég kemst ekki lengur inn í sturtuna,
eða út í búð, ég bý einn, get ekki náð mér í mat, bara ekki neitt, það ekki neitt að koma út úr heilbrigðiskerfinu og já, þannig að ég þá fyrst svona byrja spiritið mitt að brotna, sko, 4 árum eftir eða hugur minn frekar heldur en spirit. Þetta svona í kringum 2020? Já, 2020 og allt sé ekki vorið 2020. Það passar, já. Og þá ég svona, þú veist, þá ég bara svona í raunverulega í kjarnasálu minna bara tilbúin til að fara, sko, og hef verið það í raun og veru síðan, sko, og það svolítið skrítið ferðalega að komast þangað, sko, því að það var ekkert að mér, þú veist, mér vantaði ekkert að hann ég slasaðist. Nei. Þú veist, ég er bekraður af lífinu ef eitthvað þú veist, ég hef haft aðgengi að þeim upplifunum sem langar í, þú veist, ég hef haft peninga, ég hef haft tækifæri, ég hef haft bara, þú veist, allt sem að fólki langar að upplifa, sko, en ferðalagið frá því, sko, að hætta að vera bara svona litlir hlutir eins og venjulegt fólk, þú veist, að vilja eiga social upplifun, að vilja eiga maka, að vilja eiga þess að líða svona stund að þetta, gera þetta áhugamál. Upplifa ekki þjáningu. Upplifa ekki þjáningu, whatever. Þú veist, þetta dó allt saman bara. Þú veist, og þú þurfti í raun og veru bara að fá að deyja því að sársökin á því að hafa þrá eftir einhver innra með þér sem þú getur ekki fullnægt. Það skapar ákveðið viðnám. Já, það skapar bara mikið andlega sársöka, sko, þannig að á þessu ferðalagi það fóru bara svona, þú veist, ég hætti bara að vera rappari, skilur, þú veist, ég bara hætti að, þú veist, ég hætti vegna þess að það var auðveldara að bara að sætta sig við og þetta ekki það sem þú getur gert lengur, sko. Eða bara sársökin var það mikill að þú hafðir ekki pláss fyrir þetta í hausnum að þú getur bara útskýrt það þannig og svo brotnaði ég hérna, eða þú veist, ég fann bara eitthvað innræða með mig brotna, ég brotnaði ekki en hérna, þá var ég bara tilbúin til að fara, sko, hef verið það síðan og ég gerði þetta bara á einhver svona skyldurækni. Hvað þá? Bara að halda áfram, sko, lifa. Ef það væri í boði svona ferli hérna á Íslandi, myndirðu íhuga að þiggja það í dag? Eða sérðu eitthvað tæru, eða tíru, ljóstýru? Sko, þetta náttúrulega búið að vera það sem gerist í raun og veru hjá mér eins fáránlegt að það nú að þetta líka búið að vera mjög andlegt ferðalag, þú veist. Þetta skrítin upplifun að lenda í, sko, að fara í gegnum heiminn í þessu ástandi og allt sem þú þurft að feysa og þegar ég kem 2021 og fer að tala líknarsjálfsvíða þá staðan bara þannig að ég ósjálfbjarga. Ég get ekki hjálpað mér sjálfur, þú veist, ég bara rotin og bramlaður öll leppin af mér mjög minna þetta af, þú veist, ég bara ligg upp í sjúkrahúsi, ég kemst ekki neitt, sko, og ég ekki með neina meðferð, það bara engin skref fyrir mig að fara og fyrir mig var þetta bara lógískt val, þú veist, það var ekki með svona tilfinningaþrungi eða eitthvað þannig. En hvernig brást fólk við? Nú sá ég, þú veist, nú vísa ég þessa tilteknu færslu, þú veist, hvernig brást fólki í kringu þið við? Sko, þessi færsla átti sér stað, 2021? Já, líklega. Nei, þetta er styttri síðan. Mögulega seinna? Já, þetta mögulega bara í fyrra, 2020. Fyrra eða hitti fyrra? Já, það, sko, Ég meina, stökk fólk ekki til? Nei. Það gerði það ekki? Nei, þetta voru bara mjög skrýtnir tímar, sko, og ég komst mjög nálægt í bara að missa lífið, sko, og sko, það sem að fólk skilur ekki við sjálfsvíg og ég er búin að vera að segja þetta mjög lengi að það tekur engin ákvörðun að fremja sjálfsvíg. Nei. Bara engin. Það bara the desire to live bara það sterk, bara sem náttúruafl í öllu, það vill allt saman lifa. Magnið af þjáningu sem þú þarft að fara í til þess að tippa yfir að vilja að drepa þig ekki persónulegt. Nei. Þú veist, þetta þekkja menn til dæmis og pyntingum, sko, og það bara svona þressolda sem bara allir brotna og þú bara segir allt saman. Skilur, þú myndir halda og myndir aldrei segja það, en þegar þú pyntar á eitthvað mikið þá segir það og það bara það og
fyrir neðan þressoldið þá segir það ekki en fyrir ofan það þá fucking segir það. Það er bara viss uppgjöf. Já, það það sama með sjálfsvíg. Nei, þetta bara biomechanical, þú veist, viðbragð í raun og veru. Ég hef lent í þessu áður, sko, ég fór hnjálið á bardagalisæfingu og það svona bara eins og 10 fæða börn eða eitthvað skilst mér. Og ég sverða ef ég hefði verið með byssu, ég hefði bara plaffað mig, ég hefði ekki tekið sekundi viðbót, sko. Og svo leiður héðan mér að koma í lag, þá var ég ekki með enn sjálfsvígshugsanir, skilur. Þannig að ég trúi ekki á að sjálfsvígshugsanir sé einhver svona, eitthvað sem eðlar sjálft sig upp á einhverjum pitt og byrjar að koma inn í hausna þér, þetta náttúrulega bara eðlileg viðbrögð, taugakerfis við mjög mikil þjáningu, sko, þegar taugakerfi fer að vera bara, heyrðu, kannski bara betra að við slökkum bara á allir núna. Það er bara virkilega að fara að spá í því. Það er bara eitthvað vissi mekanismi. Já, ég meina, og líka með gerir þið með undarlausan eða hvað þegar þjáning verður of mikil, sko. En segjum sér svo, áður við förum svona stutt í það sem er framundan og þá söfnun sem er í gangi, veist, ef ekkert gerist, sem sagt, ef engin meðferð er fyrir þig og þú ert bara hér upp í Kópavogi, hvað gerist? Ég mun líklega halda áfram bara að slasast út í þetta þangað til að eitthvað svona óafturkræft gerist, sko. Hvort sem það er hryggjarleiðir fara úr leið eða þú veist, kubbist í sundur og fara inn í mænu eða slitni bara brotni eitthvað í sundur. Þú enda bara algjörlega farlama. Já, ég beið bara, þú veist, bara mjög svona hrottalegum dauðdaga. Þetta er náttúrulega mjög svona rústitt og teini dauðdagi, sko. En ég meina, sko, ef það verður bara tekin upp síminn hérna og hringt í 112 og sagt að bara, heyrðu, það er hérna fársjúkur maður hérna í Kópavoginu, þið verður að koma og sækja hann. Já. Og þeir bara senda sjúkrabíl og þú ert bara keyrður hérna niður á Landspítala. Sem by the way, hann þarf að borga fyrir. Það er þetta mjög athyglisvert, en ok. Er það? Já, þú ert að borga fyrir sjúkrabílum. Já, en ég meina, hefur það gerst? Að þú hafi verið bara keyrður í burtu í sjúkrabíl? Já, sko, ég hef ekki viljað. Já, það hefur gerst oft, sko. Og er það engin leið inn í heilbrigðiskerfið? Nei. Þannig að þó svo að þú sért, já, bara trillaður burt hérna nær dauðaðin lífi og settur í sjúkrarúm, að hvað, þú bara færið eitthvað smá viðtal og ljúfengan spítalamatt og sendur út aftur? Já, basically, þeir bara senda mig aftur þaðan sem ég kom, sko. Ég er bara í einhverju smá losti yfir þessu, þú veist, yfir þessu kerfi hérna sem þú ert að segja okkur frá. Sko, mér finnst ekki mjög gaman að tala þetta því að ég er ekki svona, sko, ég tel þetta ekki vera vandamál sem ég get leyst. Þú veist, ég get ekki leið, þú veist, ég reyndi ákveðin tíma að tala við þetta kerfi og við þessa menn og ég hef enga persónulega skoðun að þeim, skilur, ég þekki þá ekki þannig svona. Og ég get ekki leyst þetta mál, skilur, ég get ekki bara farið inn á skrifstofu og spjallaði 3 tíma og þroskað og kennt eða mynda tengingu eða whatnot, skilur, þetta er ekki mitt. Og mér finnst betra að halda fókusnum bara á þá hluti sem ég trúi á og það sem að ég vil tala en að því sögðu að þá síðast þegar ég fór á bráðamóttöku í frekar slæmu ástandi fyrir 4 mánuðum síðan, þá kom læknir sem að sagði að það var ekkert áður mér nema viðurkenningaþörf. Já, er það viðurkennt? Það er viðurkenndur sjúkdómur. Það er í DMS. Og ég já, ok. Og ég væri bara svo mikil þörf fyrir athygli og viðurkenningu að þess vegna væri ég að koma inn í þessi samtöl til þess að fá athygli. Sko. Þetta er læknir sem hefur talað við áður, eða? Nei, út rétt en áður. Ok, það er áhugavert. En ég hef alveg, sko, hjúkkur hafa komið fram, sko, á bráðamóttökunni og ég verið bara, ég er mjög slasaður, ég þarf aðstoð og bara þar hafa sagt mig, sko, þú ert ekkert slasaður. Já. Ég hef aldrei hitt þessar hjúkkur áður. Hvaðan koma þessar, eða þú veist, og það er svo mikið á svona hlutum það sem að ég hef einhvern veginn, þú veist, ég get alveg talað það í allan dag, hversu oft ég hef lent í einhverju sem að má kalla ofbeldi af hálfu kerfisins en
þú veist, svo eru bara svona margþættir mannlegir þættir á bakvið að þú vinnur hvort þið aldrei stríðið með því að fara að tala um þetta fólk er ekki bara að gera þessi hluti því að það eru evil sperms of Satan, þú veist, það er bara mjög komplex mannlegar aðstæður og en svona í gegnum þetta þá eru sjúklingar beittir mjög miklu ofbeldi, alveg bara svona hlutum sem að þú veist, það eru bara nokkuð börn sem eru búin að deyja, þú veist, núna síðustu vikur og mánuði bara því að það var ekki hlustað af foreldra, skilur við, þetta er alveg frekar brútala sem er að skeða það, sko. Heyrðu, þarna, sko, núna er söfnun í gangi. Já. Ég hitti Loga í sánu daginn. Já. Hann sagði mér að vera komin eitthvað x upphæð og það vantar eitthvað x viðbót. Og hvað er verið að safna miklum pening og fyrir hverju er verið að safna? Hvað eru þeir að fara að gera við? Og hvar og hverjir? Herru, þetta eru 7 milljónir sem við verið að safna. Það er að safna alltaf fjármagna svona lítið góðgerar vörusölu apparat, eða þú veist, það er svona formið á því. Og þannig að við seljum bara svona litla vörur og fáum fólk til að taka þátt í starfinu okkar. Og mér fannst bara ekki cool að vera að koma og biðja fólk að gefa mér pening og ég vildi freka bara geta átt teðaleg viðskipti og ef að fólk vill, þú veist, gera eitthvað og þú getur fengið eitthvað næst te eða eitthvað í staðinn. Te eða tannabönd eða... Já, bara eitthvað svona það sem að við færum eitthvað value til samfélagsins tilbaka. Það er þá undir þessu vörumerki Thug Monk. Og aðgerðaráætlunin það þarf að gera 3 aðgerðir að vita núna, en þetta er svolítið svona eins og byggja hús og þú fyrst komið svona röff myndina. Þeir vita í dag að þeir þurfa að laga löppina á hnéð á mér og þeir vita að þeir þurfa að laga með mjöðmina og festa bakið og mjöðmina saman. Og þetta eru 3 aðgerðir? Þetta eru 3 aðgerðir. Ertu að fara í þessar aðgerðir núna mánaðamótin? Bara það er komið peningur, sko. Og er teymið þá bara stand by með eitthvað áætlun sem að þið setja bara í gang? Já. Og er þetta eitthvað sem að maður getur bara farið og keypt sér, bara út í heimi? Já, ég veit ekki hvort þú getur keypt þér nákvæmlega þetta, þú veist, en þú getur borgað fyrir læknisþjónustu, já. Já, ég meina það, að þú getur bara farið inn á spítala, hvað í Þýskalandi eða Indlandi. Þessi aðgerðum verður gerð í Tyrklandi, ekki? Jú. Og þá ert þú bara búinn að fara þangað í greiningu og rannsóknir og ert bara með aðgerðaráætlun sem að þeir eru þá bara bæði hæfir og viljir til þess að framkvæma. Já, það sem að gerðist var það svona í stuttumáli í stuttumáli að þá fórum við sko ferlið og þessi sjálfsvíkspæling sem við kláraðum ekki á hann að það er búið að taka 4 ár og eftir að sko fyrst þegar ég setti nú Landspítalanum svona ultimatum sko að þeir þurfti að setja mig bara líkna sjálfsvík og ég myndi hvert einasta orð að afsaka að datt úr mér hverja spurningin eftir. Þetta er svo stór subjekt sem við erum að tala um. Já, það er nú hvort að þú geti bara farið þarna inn með áætlun og bara... Já. Og vasan fullan af peningum. Já. Það sem að gerist er að við erum búin að vera núna frá því fyrir 1,5 árið þá fyrst kláraði ég að setja fram kenningunum hvað verið að og var að reyna að ræðina upp Landspítala en við erum búin að fara núna í 4 ár á milli sérfræðinga og svo klára að skrifa þessa greinargerð og við lögðum hana fyrir þennan prófessor hann í Istanbul og þeir fóru bara yfir það á viku, tók sér viku í það og það var bara svona alvöru vinna. Það veist, þeir í raun og veru eitt fyrsta skiptum sem ég komist í svona alvöru læknisvinnu en þeir tók bara mótið að teymi bara af læknum og þeir fóru með mig um rannsóknir og yfir all gögnin og svo komu þeir bara svona fundi 10 dögum seinna eftir að vera búin að vinna málun í 10 daga og kom bara með niðurstöður. Og þið biðu bara með það? Já, við komum 2 ára upp á spítala í myndatökur og eitthvað svona stúrsku. Og svo biðum við bara og áttum í raun og veru bara mjög stutt samtöl á læknirinn og það var mjög gott að tala við hann mann. Þetta er í fyrsta skipti sko sem að ég í læknasamfélaginu tala við einhvern náunga og það er bara svona það er engin hindrun. Þú veist, skilningur. Já, þú veist. Og hvað eru þeir að fara að gera?
Já, það er þetta. Þeir eru að taka löppin á mér og laga hana. Þeir geru tilraun til þess að Landspítala, það klúðraðist. Ekki fara nánar út í það, en það þarf að laga löppina hérna hér, snúa því öll rétt og svo löppin svolítið í maski eftir þessa aðgerð. Þannig að það þarf að laga hana. Svo mjaðmakúlan hérna of stór og ástæðan fyrir að það þarf að laga þetta allt saman út af því að þeir gera við fyrsta áverkan strax og þá restin af beinagrindin ennþá skökk og mun valda auknu álagi á stoðkerfið og akkurat það sem íhluturinn kæmi í bakið, þannig að þeir þurfa að byrja á því að leiðrétta fyrst stoðkerfið, þannig að þeir taka löppina og snúna rétt, minnka mjaðmakúluna og hún farin að losna hérna út úr mjöðminni hérna, þannig að kannski þurfa að gera einhverja festingar eða jafnvel skipta mjöðum eða ég veit það ekki sko. Svo þurfa að festa hérna rygginn og mjöðminn og svona hérna uppi sko. Væri ekki bara einfaldara að fá bara svona eitthvað exoskeleton fyrir þig? Þá væri bara svona eitthvað robot? Sko ég alveg komin svolítið langt, svona það sem hefur skeið náttúrulega síðustu 7 árin að ég búin að vera núna í 16 tíma á dag, bara djúpt í vísindum allan daginn, þangað til fyrir svona hálfu ári síðan sko. En allan þennan tíma þá ég búin að vinna 16 tíma á dag bara við að fara í rannsóknir, skrifa skýrslur, heyra í læknum, rannsaka eitthvað sjálfur, skoða, þú veist, allt þetta. Og í framtíðinni að þá er ég alveg komin í svona pælingar sko, að rekonstrukta og hýla líkamann alveg sko. Þannig að verði jafn góður og hann núna sko. Ekki núna eins og hann var. Já. Já, það einmitt, þú veist, kannski svona í lokin, ég meina, hvar heldur þú endir? Hvert vonastu til þess að ná? Sko, það sem hefur skeið síðustu ár að ég svona óvart komst að því að ég er með svona smá, þetta hefur allt verið mjög auðvelt fyrir mig, allt þetta vísindasamtal. Þú veist, ég hef aldrei átt það áður og ég svona uppgötvaði í raun og veru að hæfileikum mínum væri kannski best bara varið í þetta. Og síðan þá er ég náttúrulega bara búinn að vera að læra og stúdera og tala mikið af fólki og í þessari samantekt, þú veist, þetta fyrsta mál sinna tegundar í heiminum. Þú veist, þetta hefur aldrei verið greint áður og þetta ég ger líka svona ákveðnar uppgötvanir eða að nota aðferðir sem hafa ekki verið notaðar áður og þetta náttúrulega fyrir leikmanninum þetta náttúrulega kannski bara eitthvað svona að þú lest eitthvað þú veist ég hef engan áhuga á einhverju gælu sem að bjó til einhverja geðveiga agúrku einhvers staðar með einhverju flottustu erfðaræktun í heiminum, ég veit ekkert hvað þetta þýðir og það er svolítið sama með þetta atriði að þegar einn virtasti prófessor í heimi fór yfir greinargerðina og svona staðfesti já, þetta leiðbandi slitið fyrsta mál, þú veist, það var svona staðfestingur raun og veru kannski á því að þetta væri staðurinn sem ég ætti heima á. Og ég búinn að hanna aðgerðaáætlun alveg sjálfur og í gegnum þetta ferðalag mitt í vísindin þá hef ég tekið eftir því að í dag þá currently til eiginlega lausnir eða nánast kláraðar lausnir, uppskriftir af lausnum á öllum læknisfræðilegum vandamálum sem eru til. Þú veist, hvort sem það eru miðtaugakerfisáverkar, búa til ný liðbönd, öll þessi challenges sem við erum að sjá í læknisfræðinni, að það búið að búa til alla partana af lausnunum. Þú veist, það eru til lausnir við miðtaugakerfisskaða sem virka. Þú veist, það eru til aðferðir til þess að gera liðbönd, þó að hingað til hafa ekki tekist að gera ígræðanleg, svona að viti, almennileg liðbönd, sko. Það alls konar hindranir og hvernig hluti að nota í dag þá bara að negla hryggina þær aftur saman. Þú veist, þetta spengjan. Já, þetta 2024 og ég get bara lofa þér að það eru til mikið tæknilegri og betri aðgerðir aðferðir heldur en þetta sem að okkur aðgengilegar. En vesenið þetta eins og til dæmis með lyf sem heitir BPC 157. Þetta lyf sem að tekið magasýrunum eða magaveggnum, peptíð, aminosýrukeðja, aðeins prótín og þetta peptíð ástæðan fyrir að magasýrurnar brenna bara ekki gegnum magana þér. Það svo fljótt að gera við magaveikina þér. Og það sýnt fram á undraverð áhrif, til dæmis í notkun á taugakerfissjúkdómum, Parkinsons,
rottur sem að mænan í þeim var skorin í sundur fengu 70% aftur tilbaka af virkni og nema því að það kemur náttúrulega úr líkamanum sjálfum þá ekkert lyfjafyrirtæki sem getur fengið einkaleyfi á þetta. Nei, einmitt. Og því FDAs í heiminum eru ekki proaktiv stofnanir. Þú getur bara komið til þeirra með lyf sem að þú vilt setja á markað og svo getur þú komið með rannsóknirnar og sýnt fram á þetta lyfi heim á markaði. Það kostar þig bara $40 million eða eitthvað, þú veist, og koma lyfi í gegnum lyfjaeftirlit og það gerir það enginn nema getur grætt mikið á því að hafa efnaði, sko, þannig að þetta lyf ekki neitt í notkun. Eða þú ert með mismunandi parta af lausnum en vísindamennir eru alltaf að vinna fyrir einkafyrirtæki eða ríki og mega ekki deila á milli sín upplýsingunum því að hver og einn að reyna að græða eitthvað patent eða what not, þannig að vísindamennir vinna er aldrei fyrir mannkynið, sko, eru að vinna fyrir gauðra sem að vilja peninga, sko. En lausnirna sjálfar bara hægt að taka þær og búa til uppskriftir úr þeim, sko. Og það svona svolítið þar sem ég sé mig enda fyrir mér í dag, sko, því að ég veit að fyrir öðrum þá hljómar þetta eins og manía og þú veist, en Þetta eru stórar hugmyndir. Ég veit ekkert hvort þær eru bara stórar eða hvort þær eru bara nýstarflegar. Já. Þannig að maður er búinn að skoða þetta af hverju þetta eitthvað stærri hugmynd en pensilínu. Og því við erum svo niðurnjörfuð í einhver ákveðin box og sem felur í sig visst ábyrgðarleysi. En ég minna þetta er líka bara nákvæmlega það sem að þú bentir á að þetta myndi krefjast í raun og veru sko niðurbrots á einhverjum hugmyndum varðandi bara gróða og samvinnu og einhverja, þú veist, mennsku sem einhvern veginn bara er ekkert í tísku í dag. Ég veit, það er sko ástæðan fyrir því að það er ekki tísku er vegna þess að það hagnast ekki þeim sem eiga pening. Já, einmitt. Það er svo einfalt og við vitum það öll. Þetta er náttúrulega bara brenglun, þú veist, og spiritual ferðalagurinn og að komast út úr öllu þessu, skilur, krakkarnir okkar eru bara að horfa á einhver rap-vídeó með einhverjum rössum að einhverjum gellum allan daginn sem voru að tala sko, þú veist, þetta er svona eins og hundur væri með rap-vídeó að lýsa í hvernig hann skakar sér á hver einustu lapp sem hann sér. Þú veist, þetta verður með myndlíkingu og þetta eru svona the superstars for kids, og það er náttúrulega bara svona ákveðin forheimskun og eitthvað svona í gangi hugmyndakerfis niðurbrot, en það er ekki spurning tísku, það er bara spurning að lifa eða deyja fyrir, sko ég veit að við skiljum þetta ekki hérna á Íslandi, og ég er ekki að reyna að mála þetta upp eitthvað sérstaklega svart, en ef við förum frá árið 1600 þegar kapitalismi verður til, þegar Elizabeth Queen I býr til East India Company og kapitalismi í sinni örskýringu verður til svona, hún býr til stærsta sjóher allra tíma. Vegna þess að þarna voru siglingaleiðir að verða til, þeir voru hætta að flytja farma á múlausnum og hestum og eitthvað yfir eyðimerkur og gátu siglt bara með farma yfir öll höfin. Þannig að hún býr til stærsta sjóher sem hefur verið til í nafni krúnnar til að vernda þegnana. En það sem hún er að gera er hún að vernda siglingaleiðirnar með heiminn. Hún fer, kolonæsar Afríku og allt þetta sem við þekkjum, vendar svo hvernig við flytjum vörurnar. Þú veist að hún eigi þessi siglingaleiðir og enginn annar getur gert það og þau fara að kortleggja allan heiminn efnahagslega í fyrsta skipti. Og Bretland var fyrsta finite heimsveldi, það náði utan allan hnöttin. Öll önnur heimsveldi fram að þessum tíma höfðu brátt part af veröldinni. Og hún byrjar þetta sko að taka auðinn héðan frá Indverjunum, þannig að þú veist, taka hann bara þeim, selja hann fyrir eitthvað mega pricing strannstar, taka peninginn, þú veist, safna honum og stela svo meiri og þarna byrjar kapitalismi að sá sem með í raun og veru með peninginn er sá sem að stýrir því hvað gerist en hann er með þessa forgjöf, þú veist, þetta byrjaði á auðlindaþjófnaði og svo það sem að gerist þarna er að auðurinn byrjar að safnast á þessar fáu hendur og við endum uppi með strúktur í dag þar sem við erum með 8 milljarða einkafyrirtækja. Já, en ég minna, þú veist, er þetta ekki líka bara í raun og veru? En pointið með þessu er það að frá því 1600 þegar hún byrjaði að gera þetta, að færa auðinn frá Indverjunum og á sína einstæði, þá gastu byrjaði að sé á svona díla og verið með svona möppu af bara hvar fólk fátækt relativ hvað allt heitt fólkið á.
og þú myndir sjá svona litla svarta díla byrja að poppa upp. Það var engin fátækur á Indlandi áður en að Bretland kom þangað. Það var engin fátækur í Afríku. Þú veist, Afganistan var bara háþróað samfélag áður en Bandaríkjamenn komið þangað. Og það sem að gerist er að þessi samfélagsstruktúr, það sem að við erum öll að fara út á markað að kompíta fyrir sjálf okkur against our fellow mans for our own survival, pittar okkur gegn hvort öðru, þú veist, á hverjum einasta degi, og þessi svörtu dílar sem að fátæktin byrjar að poppa upp, þeir aukast og aukast með árunum, og núna 2023 staðreyndin svo og að sko 3,5 milljarðar minni mig lifir undir 15.000 krónum á mánuði. Öll þessi fátækramörk, þessar tölur og allt þetta dót, það að segja, hafa aldrei verið, þú veist, það var enginn farið inn í gettóið á Indlandi með einhverja bók að telja eitthvað fólk. Nei. Eða einhverja, þú veist, þeir eru ekkert að spá í þessu fólki, sko. Þetta eru bara 100 kílómetra, kannski svona milljarði mann sem er hvergi skráður, sko. Þú veist, og þangað til dagsins í dag og þangað til fyrir svona 30-40 árum, við erum svona District 1 hérna í Skandinavíu. Við erum síðasta distriktið sem að verður fátækt. Þú veist, við erum ekkert að vera að fylgjast með hvað er að gerast í hinum distriktunum. Við erum síðasta distriktið í enduræsingunni. Já, ég meina þið sjáu líka bara hvað er að gerast í Bandaríkjunum, það sem að bara, sko, er það ekki í Los Angeles, það sem að bara, sko, hvað 1% af íbúum Los Angeles eru heimilslausir. Tjöldum. Já, 1% og ég meina, þú veist, það búa, sko, hvað margar milljónir í Los Angeles? 20-30. Já, þannig að það er bara hérna, þú veist, allt er Reykjavík og þarna Suðurlandið bara býr í tjöldum þarna einhvers staðar út á götu en ég meina, þú veist, er þetta ekki líka einhvern veginn, þú veist, með þessi kapitalismi að sko í raun og veru eðlisfræðin bara tekur yfir, það sem að, þú veist, auður bara dregur að sér meiri auð, að bara massin dregur til sín meiri massa þangað til að ég meina, þú veist, hann bara sogar allt til sín og skilur eftir sig þessa svörtu díla allt í kring þangað til á endanum að hann bara, þú veist, hrynur inn í sjálfa sig og bara svarthólið, bara gleypir allan heiminn og bara kapitalismin hrynur innan frá. Sko, hann að gera það in a way, þú veist, fólk svona, þú veist, þetta eru hlutir sem að ég búin að vera aware sko bara mér svona nokkurn veginn drulluð saman allt nema konuna mína og börnin mín og þú veist, en ég fór samt að taka eftir þessu, skilurðu, ég hef engan áhuga á þessu. Mér finnst ekkert gaman að sitja í einhverju podcasti að tala kapitalisma, skilurðu, það ekki, ég finnst gaman að skrifa poetry og eitthvað, þú veist, þetta ekki áhugamálið mitt, mér finnst ekkert gaman að fara með einhverja hugleistur og möntrur, skilurðu, þú veist, ég bara einhver gettokrakki með ofhátt IQ fór í svona gutt eitthvað, en ég fór að taka eftir þessu, þú veist, og það vita þetta allir, en við hérna á Íslandi, við erum sko í fyrsta skipti að komast í kynni við þetta, þú veist, núna þetta líka að verða svona hjá okkur, sko, núna erum við líka öll að verða fátæk, þú veist, vinkona mín sem á bara mjög stöndugt fyrirtæki, þú veist, gengur bara eins vel og hægt að ganga, þú veist, og hún var heppin að eiga fullt af milljónum sem hún gátt borgað út í íbúð og tók lítið lán upp á 20 milljónir. Hún har borgað 230.000 í vexti á mánuði og 60.000 á höfuðstóla eða eitthvað líka. Já, og bara, við erum að horfa upp og líka bara vaxandi í rauninni, sem sagt fíknivanda líka sem að sjá. Við erum að sjá hérna bara síðustu 10-15 árum alveg gríðarlega aukningu og breytingu í þeim heimi. Hvað var í rauninni bara fíknisjúka? Já. En það kemur að því sem þú ert að segja áðan, sko, að bara ekki bara að vera í tísku, heldur, sko, það sem fólk skilur oft ekki það að okkur sko, það verður ekkert eitthvað leiðilegt þó að verður ekki stríð, það verður ekkert eitthvað leiðilegt þó að verður jöfnuður, þú veist, það verður ekki að tala um eitthvað svona verkalýðs jöfnuð, heldur bara, þú veist, að fólk eigi allir í sig á og hafa það ágætt, það gerist ekkert leiðilegt og sko tæknin og vísindin og aðgengið sem að við höfum bara að hugviti, bara það svo mikið af hlutum sem að við getum gert. Sko, ef við ætlum að surviva sem samfélag, þá það fyrsta sem við þurfum að gera að við þurfum að svissa úr þessari litlu hugmynd einkafyrirtækið, að lífið, við erum alveg upp á þessu frá við erum lítil, bara farin í skóla til að fara inn í samkeppnismarkað, þar sem við erum bara að hugsa hversu mikið að tekjum við getum fengið fyrir okkur. Þú veist, þetta virkar ekki in long term, sko. Ég og þú.
Já, ástæðan fyrir þessu af hverju þetta virkar ekki, þú veist. Sorry, ég hef meira lengja podcastir og svo mikið, en fyrir nokkrum árum síðan að þá veðjaði sko allur bankageirinn sko 117 trilljörðum á olíuiðnaðinn. Og olíuiðnaðurinn að valda mestri mengun í raun og veru heiminum og lífríkjum og allir þessu og ég veit ekki, sko, ég veit ekkert hvort að loftslagsváin real eða ekki, ég hallast að hún sé það ekki. En á þessum tíma þá stigu fram 1000 vísindamenn og sögðu að við færum ekki að minnka þessam tilteknu mengun frá þessum olíufyrirtækjum og þá myndi við horfa upp á katastrófiskar náttúrulegar afleiðingar, sko, afleiðingar í náttúrunni. Og þeir vissi ekkert af hverju öðrum, skilurðu, vísindamennirnir voru ekkert að tala olíufyrirtækin eitthvað sérstaklega, en olíufyrirtækin og bankarnir fóru að gera annan díl og þetta frábær díl. Það 25% aukning fyrirsjáanleg í hagnaði hjá þessum fyrirtækjum, smá lán, kom allir út úr þessum díl alveg fucking perfect. Nema bara eins og þeir voru bara að hugsa sjálfan sig en ekki restina heiminum eða því sem að gerast þar, þá tóku þeir basically allan efnahag mannkynsins og veðjuðu honum á sitt eigið sjálfsmorð sem náttúrulega bara the fucking dumbest thing sem þú getur gert. Og það svolítið þetta sem að fólk skilur ekki með að hætta að hugsa sin eigin hag ekki bara því það ekki tísku, heldur bara because it's the fucking smart thing to do, sko. Þegar þú ert farin að sjá frá sjónarhorni allra, þá ertu farin að nálgast bara grind sem að eitthvað allt annað. Þú veist, þá ertu farin að vera virkilega clever, þá ertu farin að fatta, heyrðu, við skulum ekki henda þessum peningum hérna, sko. En strúktúrinn á samfélaginu okkar þarf að breytast og hafa annað markmið. Enda markmið í strúktúrnum okkar núna tala en bankareikning. Enda markmið okkar þarf að verða fólkið hérna sé heilbrigt. Húsin hérna séu flott, þetta gangi vel, gatnakerfin okkar virki, tæknin virki, við séum þú veist, það það sem við eigum að vera að reyna að gera. En samfélaginu eru byggð í kringum það að við erum akkeri við peninga, það þarf engin peninga. Ekki raun og veru, sko. Nei. Við getum byggt upp system sem að framleiða fyrir okkur mat og það eru bara allir sjálfbærir. Þú veist, og peningar skipta aldrei hendur nema bara sem áhugamál, sko. Þú veist, það er alls konar leiðir til að engineera samfélög sem eru, þú veist, Sviss ekki með neinn vandamál. Það ekki rónar í Sviss. Kannski 3. Það enginn að berjast fyrir einhver út á götum því það bara ekkert að. Það var svona, þú veist, á köflum í Þýskalandi fyrir 10-15 árum líka, bara heilu stórborgirnar, það bara voru ekki vandamál. Þú veist, það hitt svona alltaf að tala bara virka allt saman, sko. Þetta ekki bara það sem að góðu maður talaði að fara úr einkavæðingu yfir í viðvæðingu? Það sami hluturinn, sko. Þú veist. Einkavæðing og viðvæðing? Já, ég meina, finnst þér eitthvað gaman að vera einn? Nei, ég að meina það að þetta snýst, þetta á ekkert bara að snúast mig og raskatið mitt og húsið mitt og bankareikningin minn. Heldur þetta, þú veist, þetta svolítið sameiginlegt verkefni og sameiginlegt áhugamál og... það ekki líka bara spurning raunveruleika? Sameiginlega raunveruleika? Nei, hefur einhvern tímann átt raunveruleika þar sem þú ert í raun og veru einn sem þar sem það eitthvað, þú veist, hvert einasta augnablik sem þú gengur í gegnum samsett eiginlega úr öllum hlutum sem hafa skeið frá upp af alheimsins, skilur. Þú veist, ég hef aldrei átt augnablik þar sem að það til einhver raunverulegur aðskilnaður, sólin skín á plönturnar og gefa frá sér súrefni, þú veist, þetta hangir allt saman. Bara til að ég upplifun, þá þarf ég þig. Þetta bara hugmynd. Það bara hugmynd. Þú veist, það sé einhver aðskilnaður, þú veist, hann ekki til. Já, verk mín hafa áhrif á þig, hugsanir þínar hafa áhrif á líf mitt. Þú veist, þetta eru struktúrar sem bara eru sem við getum gengist við þeim. Þetta hugmynd að villa í rauninni. En Sævar, þetta búið að vera sturla og mjög gaman að spjalla við þig. Já, afsakið mig, ég fór á eitthvað monologflug í lokin. Það er bara mjög fínt. En ertu með eitthvað loka orð áður en ég fer í eitthvað kapitalíska sponskynningu? Er með eitthvað loka orð? Já, ég meina, hvernig getur fólk hjálpað til að koma þér til Tyrklands? Já, sko, það getur farið inn á Karolína og stutt okkur inn á Þöggmók. Síðan keypt á okkur vörur og við þurfum
Sko, ég smá að þykjast fyrir myndavélina, þú veist, en staðan orðin svona frekar slæm, þannig að það var mjög flott. Svo það líka bara að kynna sér svona einfalda hugsjón, sko. Og svo einfalda hugsjón að það sem okkur langar að gera ef þetta gengur upp, að vera með það sem við kallum samfélagsfyrirtæki, sko. Og þá það fyrirtæki sem að dónetar helmingnum á öllum gróðunum sínum aftur í samfélagi. Svona eins og Bill Gates. Ég veit ekki hvort hann gerir það í alvörunni, en Hann sagði það. En fyrirtæki sjálft tekur ekkert profit, þú veist, það engin laun, það engin greiðslur úti, það engar aðrar greiðslur, það engin bónusar, Það rauninni bara svona eins og hálfgerður svona yfirfarsvendill. Já, þú veist, en gegnum það þá hægt að byggja strúktúra og það hægt að byggja alls konar strúktúra bara eins og svona einfaldir hlutur. Þú veist, fólk hugsa stundum svo smátt að fyrir 3 milljónir á mánuði þá get ég reist hátæknifyrirtæki á Indlandi með 25 starfsmönnum í hæsta launa og reynsluflokk. Þetta er bara tölur efnahagsmunur og þetta að sama myndi kosta kannski 40-50 milljónir að gera á Íslandi, ef ekki meira. Örugglega 200-300 milljónir á mánuði. Ef þú gerir það sama, til dæmis hún Elisabeth gerði, nærði eitthvað frá Asíu og selur að herra verði í Evrópu og býr til kapital og svo investar því aftur í Asíu, þú veist, í hátæknifyrirtæki, en svo getur þú nota lausnirnar sem að koma þaðan fyrir Íslandinga. Þú veist, þetta bara heimurinn lítill, hann ekki, þú veist, þetta bara allt í gegnum síma og tölvur og hugvit og það engin munur á því að vera með hátæknifyrirtæki á Indlandi og Íslandi. Þú veist, og við getum gert öðruvísi strúktúra og þögmunk hugmyndin, hún ekki frá mér, þetta þú veist, ég þjóni þessari hugmynd meira heldur en hún komi frá mér. Ég bara briskur, þú veist, götustrákur með svona kosti og galla og syndir og synda aflausnir og fyrirgefningabeðnir sem ég þurfti að biðja og svo mikið til síns máls og allt það, sko, en hugmyndin sjálf hún solid, sko. Geggjað. Sáttur það? Já, ekki. Vilt þú taka þetta? Ég? Já, þú lest svo hátt og snjallt. Hvað ég að fara að lesa? Þú ert að fara að lesa héðan og hingað. Hingað? Já. En sko, seinast þegar þú varst að lesa þetta, einmitt, þegar þú komst hérna inn á þetta, einmitt, níasín, magnesín, og þú veist, já, ok, við sjáum til hvernig Þú getur frístælað þetta bara líka. Ok. Ég hérna með pókan með mér, ég búinn að vera að taka þetta núna í 9 daga. Sko, ég get nú, þannig að við erum ekkert hafnir yfir það að tala um kúk og piss, það? Nei. Sko, ég get sagt... Hvað þetta bara? Þetta bara svona vítaminpakki sem að betri dagar eru með. Bara svona... Ég skal lesa. Í þessu A, C, D3, E, B1, B2, níasín, B6, fólat, B12, jóð, magnesium, sink, selenium, magnan, króm, ok, nú byrjar þetta, insotól og biokeratín. En það síðasttalda frábært fyrir meltinguna og niðurbrot á fæðu og öflugt fyrir ónæmiskerfið. Þú veist, nú ég búinn að taka þetta í viku. Ég pissa geislavirku. Ég líka. Þetta bara svona, þetta neonpiss. Jeps. Og það eins og ég bara kúki smjörstykki í hvert einasta skipti. Er það næs? Já, þetta alveg bara, þetta svoleiðis lekur út. Já, þú veist ekki þetta bara eins og smjörstykki. Þetta svona flottar hæðir. Já, einmitt. Erum við komnir á þennan aldur? Já, algjörlega. Erum við hérna? Ég skóla alltaf út með heitu vatni, sko. Þannig að ég illa erfitt fyrir mig að greina það, sko. Ég nota alveg mikið kraft líka, sko. Já, það? Alveg, sko. Ég smúla þetta drasl alveg 2-3 á dag, sko. Spúlar ekki? Smúla. Smúla. Ég úr Breiðholtinu. Segir maður spúla? Spúla? Ég get sagt bæði held ég. Ég segi smúla. En allavega, ég smúla þetta með heitu vatni. En ok, fyrirgeðu, halda hann. Já, ok. Herðu, betri dagar en netverslun og hefðbunduverslun sem selur bætiefni og snyrtivörur í hágæðum. Mánaðarskammtur af þeirra bestu fjörðvítamínum og bætiefnum hér í einum pakka. Og það þetta
stöffið þarna sem ég var að lesa og við erum búin að vera hérna þetta er bæði þessi bætiefnapakki og síðan þetta er bara morgumatur líka í sjálfum sér. Ég held mögulega að þetta væri stíll sko. Ég þurfti að dýpþróta þetta bara þess að koma þessu niður í kokið á það sko. Já, þessi bætiefnapakki stútfullur af öllum helstu næringarefnum sem við þurfum á að halda alveg frábær til að styrkja öll helstu kerfi líkamans. Margir nenni ekki að taka margar tegundir bætiefna úr mismunandi glösum en í þessu tilviki eru í pakkanum 30 litlir pokar með daglegum skammti af öllum helstu næringarefnum sem líkaminn þarf reglulega á að halda. Og það þetta, stöffana. Utan á bætiefnapakkanum að finna upplýsingar öll helstu bætiefnin sem hann inniheldur. Ubiquinol, Q10 gott fyrir hjartað og í raun bætiefni sem við ættum helst að taka alla daga. Í hverjum daglegum skammti líka super omega 3, EPA, DHA fiskiolía sem mikilvæg fyrir liði líkamans, svo og heilsustarfsemina. E-vítamín. Sorry. Já, þetta bara, við erum rétt að byrja þetta. Eitthvað HGH í þessu? Ok. Ég veit það ekki, sjáum til. E-vítamín, gott fyrir húðina, K-vítamín, gott fyrir beinin og blóðið og Makugard sem gott fyrir augnheilsuna og Saffron og Lycopene sem styrkir ónæmiskerfið. Þar líka að finna Curcumin Elite sem sérstaklega öflugt gagnvart bólgum í líkamanum. Ok, svo kemur hérna ramsan sem ég tók aðan og þú færð þennan pakka í betri dögum. Urriðaholtsstræti 24, Garðabæ eða bara betridagar.is. Afsláttarkóðinn Þvottahúsið gefur 15% afslátt og við í Alkastinu, Þvottahúsinu, mælum með þessari heimasíðu. Síðastæðina. Ok. Einnig viljum við minna fólk á að subscriba eða followa á öllum streymisveitum, YouTube, Spotify, einnig má finna okkur á Facebook, Instagram undir Þvottahúsið. Sævar, verður þetta allt í lagi? Já, ég meina alltaf með því og það er náttúrulega mjög ómiklir og ekki þessu. Já. Þetta verður semst ekki allt í lagi. Takk fyrir kvöldi, Sævar. Það verður allt. Ég að Já. Takk. Takk.